Ég heiti Ronni Turbo Gonni. Ég heiti Jafnbjörn 69. Við erum gödustrákar. Og þeir eru að hlusta á Tveir fellar. Það ætla ég bara að bjóða okkur velkomna, gödustrákar. Já, það er ekki gælega fyrir. Takk fyrir það. Það eru byrjaðir. Já, þetta er flott hérna hjá okkur. Já, takk fyrir það. Þið voru að segja að þið eru bara ykkur kjallaríbúð. Ekki íbúð, bara kjallara. Já, bara kjallara sko, ekki einu sinni kjallara íbúð sko. Þeir eru bara kjallara í einhverju gufubæði. Það hljóma það eitthvað illa, kjallara íbúð, jésús. Já, en það Reyndar einhverju 20 miljón krónur græjur þarna. rándýr búnaður og geðveikt setup, allt sem við þurfum sko. Já. Þannig að við erum bara í toppmálum. Já, það hefur komið bara Baltasar Zeta Baldvin Zeta og hann var bara í sjokki yfir setupinu. Já, bara græjunum. Já, þetta er alveg setupinu. Þeir eru líka með skjá, þeir eru með skjáðan fyrir aftan. Já, og fyrir framann sko. Já, vá. Þú blandaði bara saman Baldvin Zeta og Baltasar Kolbjörn. Þeir komið báðir bara. Já, blandaði saman geitum sko. Þú Ronni Stóri. Já. Þið aldrei fengið Baltasar eða? Nei. Hann er á lista. Rauða listanum okkar. Hefur hann farið í einhver bókast það? Jú, hann er farið Snorra held ég. Já. Já, hann er allir farið til Snorra. Snorri er með eitthvað magic touch sko. Já, ég fatt ekki hvernig hann næri sumar sko. Hann er bara, ég veit ekki, hann er með eitthvað sko. Hann veit eitthvað sko. Hann er charming sko. Hann er það charmar bara gæðana til sig sko. Ég skil ekki Ég hlustaði mikið á Snorra en back in the day sko. Já, það fekk líka bara alla. Það gat ekki hlustað á hann. Já, ég gerði það líka, en hann fór í einhverju pásu í langan tíma eða ekki? Já, núna hann bara kemur bara og droppar einni bara eins og vill sko. Er hann bara að droppa síðan Bubba? Ég held það, eitthvað, tveir þættir eitthvað. Ok, hann droppa allt í henni bara Bubba, bara out of nowhere, bara eftir mjög langa pásu og ég bara, sick. Það er samt eitthvað svo mikið respekt einhvern veginn hvernig það gerir þetta bara. Já, það er frábært sko. Ég held að sjá þetta meira hobby bara núna sko, fyrir hann, þú veist, þetta er ekki vinna sko. Líka þegar þú ert bara búin að fá alla, þú veist, þá er svolítið erfitt að halda þessu gangandi sko. Einmitt. Já. Nú er það líka svona classic spurning, bara svona hver er svona drauma sem þið eftir að fá, er eitthvað svona drauma viðmældi. Ég er alltaf sko fastur í bara þessu venjulega svo Hjöbbi K, Gils, Öddi Sveppi. Það er svona mínir alltaf Björgólfur Tóra eða eitthvað svoleið sko. Jón Ásgeir. Það væri rosalegt. Gaurinn hann í Bónus, hvað er hann Gummi Bónus sem er hættur á Bónus núna? Gummi Bónus? Já, það er draumagesturinn minn Gummi Bónus. Nei sko, hann er með eitthvað einbílshús til sölu núna 400 milljónur eða eitthvað. Það er ekki að tala um Jón Ásgeir, bónusfækuna? Nei, ég er að tala um geitina í Bónus. Og bara ef þú vildir selja eitthvað í Bónus þá ættir að fara til hans og hann sagði bara, gleymdu því, lækkaði verðið, hann seljaði því ekki. Bara vel harður sko. Já, ég heyri sögu sko að SS-pilsur sko ætlaðu að hækka verðið eða eitthvað. Hann sagði bara, þá selja ég ekki hjá mér. Við erum með góða pulsur hérna. Fólk kaupið það þá bara. Og það er draumagesturinn. Var það fyrirmyndin og skrakki eitthvað svona harðir? Nei, ég nefnilega vissi bara hver það var fyrir svona 2 mánuðum sko. Ég er bara búin að heyra svo marga sögur hann. Svona eðlilega harðu gaur sko. Er þetta gaurinn sem var að taka upp hanskan fyrir Ester í Bónus? Ég man það ekki sko. Hann er vinur litla mannsins. Hann vill bara verðið sér lágt og fólk getur verslað og eitthvað svona sko. Svo skæðin íkja hann var deg held ég, hann var eitthvað mest frugal svona billionaire. Já, var það? Já, hann var alltaf bara eitthvað svona bara í vestlunum, bara ég er frá þetta ódýrara og er bara eitthvað billionaire. Íkja er náttúrulega með geitaða stefnu sko, það er bara ódýr matur og allt ódýrt og Óli er sko bara með eitthvað fettis fyrir IKEA. Já, no joke. Ég er bara gælt að borða IKEA, ég er bara IKEA. Þetta er svo að vera bara Amish community einhvern veginn, skilur, maður er svona accepted, skilur. Ég fagnaði eins árs sambandsamælinu í IKEA, gerðu það ekki líka? Við fórum allavega daginn bara út að borða í IKEA, ég og konan maður. Það er rosalegt. Það er eitthvað við það sko, ef þú ferð út að borða í IKEA, eru par, fara út að borða í IKEA, þá vitið þið bara, hei, við erum að fara að vera saman sko. Þú veist, ég er ekkert að fara á þriggjarétt eða eitthvað svona, IKEA er bara í lagi. IKEA, þú veist, þá fyrir sambandi á næsta stíg. Það make sense. Það er smá svona exposing. Ég man þegar ég flutti í bæinn sko, til kærastunum minna, þá fórum við fokkin oft í IKEA og það var nýtt fyrir mig sko, þá var ég bara alveg bara hverri viku bara í IKEA og maður bara, þú veist, what the fuck, bara, þú veist, þetta til, bara. Já, ég farið einu svona að borða þarna reyndar. Bara einu svona einni? Já. Leiðilegasta sem ég gerir samt er að þræða alla búðina og konan að skoða bara eitthvað einasta hlut, þá er ég bara Þetta er náttúrulega bara tryggsegum, skilur, þú fer að borða, svo þetta fara allarlega niður og bara alla ringin líka bara konur elska að skoða bara svo gripin ein kanna, þú veist, með og eitthvað svona Já, bara kona mín elska bara að skoða hvern einasta krók og kima hann inni, sko Ég var fastur í gardínurekkan og vann í hálftíma bara Já, bara vera að skoða beisliti og maður bara svona, shit, hvað þetta Þá er ég fljótt hættur að mæta í IKEA, Já, það var leðilegt, sko Ég
ég gaun alltaf bara gegn bara bæ. Þú varst samt að skoða einhver stóla síðast. Ok, ég skoða fyrir mig, ég nefn ekki að býða til nefnum öðrum. Nei. Það svona... Ég vil líka ekkert vera að flækja eitthvað, ef ég þarf bara gardínu, þá kaupi ég bara gardínu. Ég þarf ekkert að skoða og 300 gardínu, sko. Ég vil bara segja dimmt, sko. Ég vil drefa hana niður, sko. Það bara nóg fyrir mig, sko. En ég glemt að svara það náðan með drauma viðmælanda. Ég væri til að fá Pétur Jóhann til dæmis, svo Ólafur Ragnar Grímsson, það er rosalega ára yfir þeim gaur, sko. Gæin er bara, shit. Það er bara svona fórseti sem allir vita hver er og mér finnst Guðni ekki hljóma jafn spennandi að fá Guðna í viðtal. Það hljóma miklu einfaldara að þú veist að fá hann. Já, því hann var út allt einhvern veginn, sko, en Óli kom bara að það var eitthvað svona alvarlegt mál sem þurfti að tækla. Ég held að það er svona eina viðtal sem ég er stressað að taka. Bara svona fuck. Já, ég er saman, sko. Shit, bara ég þarf að einbeita mér. Ángrín, sko. Það er bara svona gaur sem sýnir virðingu, sko. Og líka bara eins og ef það var ekkert að fá Skype-viðtal við Svetta Tönn. Það myndi ég borga. Hann ekki einhvers fangilsi núna? Fangilsi í Brasilíu, hann hefur oft fengið langa dóma en svo er hann alltaf bara búinn að græja sig út eftir 2 ára eða eitthvað. Hann fékk einhvern tíma 20 ára eða eitthvað, svo var hann bara komin út eftir 1,5 og bara búinn að taka yfir einhvern glæpamarkaðan í Brasilíu. Hann er rosalegur skoður og hann hefur bara verið í þessum bransa bara alla ævi, sko. Hann byrjaði í raun og veru bara sem gaur sem svaf á dínu heima á okkur félagi sinni, byrjaði svo að selja fíkniefni og allt í hennu var hann kominn bara á okkur BMW og var tekinn fyrir þarna stóra fíkniefnamálið á Íslandi. Ég veit ekki hvað þetta er, sko. Ég er svo átt, sko. Maður horfir ekki að frétti, sko. Þið verða að kynna ykkur. Þetta er stærsti fíkniefnabarón sem við höfum fjallað þetta í þættinum. Þetta er rosa áhugavert dæmi, sko. Hann sendi bara, sko, 60 manns bara til eitthvað Brasilíu eða eitthvað og snitsaði síðan 2 af þeim, þannig að það komist 58 í gegn. Hann bara með eitthvað bara svona eitthvað Rainman shit. Bara eitthvað kjaftaði, sko. Sendu bara heila flugvél af burðardýrum og snitsuðu 2 og svo bara komist hinn öll í gegn. Þetta er eitthvað alvöru skipulöð glæpastarfsemi. Wow. Þetta er einmitt, þið hafið... Ég stressaði þegar ég tek nammimóla úr hagkupp. Það er ég bara, fuck maður, þetta er ekki... Ég myndi aldrei geta gett eitthvað svona. Þetta er ekki fyrir hvern sem er, sko. Maður þarf að, sérstaklega eftir einhver Íslendingur. Við erum komið pingulítið þjóð og ætlar að fara eitthvað í Suður Ameríku. Þá þarftu bara að vera tilbúin til að gera hvað sem er, sko. Þið þekkja aðeins undirheimana, ekki? Jú, þú veist, það er eitthvað meira en við. Ég meina það heitir götustrákar. Á podcastarinn heitir götustrákar. Jú, við þekkjum aðeins, skiljur. Við erum svona ekkert einhverjir svona... Ronni var ekkert handrukkari, fattar. Nei. Margir sem myndi segja frekar ef við ættum að heita mömmustrákar, sko. Já, sumir segja það. En Ronni hefur komist í takt við kannski meira en ég, sko. Með undirheima og svona einhverja glæpamenn, sko. Já, eitthvað, skiljum. Ég geti verið gangbrautastrákar. Ég er svona gangbrautin að horfa á göttuna. Já, þannig séð. En þessi heimur er bara, hann er orðinn svona meira ruthless. En bara fyrir sko 3 árum með eitthvað. Þú veist, þetta er alltaf að verða verra og verra einhvern veginn og harðara og meiri neysla og... Já, maður finnur það einhvern veginn, sko. Maður finnur það svona bara svona, hvernig stemmingin er á Íslandi. Maður þarf bara aðeins að skoða fréttir, þá eru afbrotin alltaf að verða verri og glæpinir, orðnir harðara einhvern veginn. Ég man alltaf þegar þessi stungar sem byrjuði, þá var þetta bara svona, byrja að koma bara aftur, þá var hann bara svona, ok, shit, ok, þetta er svolítið svona... Já, var ekki einhver dæmdi núna bara fyrir skotárás, svona... Jú, bara með skambisvöld. Við erum með eins og að við erum með sér svona götustrákar síma, þar sem við erum með Telegram og við erum inn í fullt af grúppum sem eru að selja fíkniefni og skotvopn og hnífa og skiptimarkaður og eitthvað svona. Það er til fucking nóg að byssum á Íslandi, sko. Já. Það er svoleiðis, sko. Já, með þetta, þegar við kíkjum þarna inn, það er til nóg að fucking vopnum, sko. Og náttúrulega gæi bara skotin hábjartan dag eitthvað tímann fyrir nokkrum árum í Rauðagerði. Já. Rúmenar. Ég held að hann hafi verið Alban eða eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis. Þetta er alveg komið þarna, sko. Það var eitthvað gengið frá einhverju landi minnum mig. Vinni það, þeir voru í einhverju... Þetta var eitthvað svona, Lithánar og Albanar. Ronni skal segja þetta off-air. Já. Þetta er mjög svona, mikið í gangi. Hvernig heldur þetta verið eftir 10 ár? Verður bara... Ég vona að þetta verður búið að breytast aðeins, sko. Já, ég vona að þetta skáni aðeins, sko. Þannig að maður vill alveg börnin að þú veist, bara hafa það gott hérna í landinu sínu, þá það var alltaf betra að hafa minni glæpi, sko. Já, þetta. Af því að þú veist, ef maður lítur á ástandi í Svíþjóð til dæmis,
þú veist, það bara hverfi sem að löggan fer ekki inn í bara innflytjendur búin að taka yfir og þú veist, allt eins og Malmö og Stokkólm og þetta allt bara í einhverju læsingu sko, þú veist, bara fólk skítrætt þarna og þú veist, það þarf einhvern veginn að grípa í einhverju tauma sko. Bara eins og í blokkinni minni þá var hvað fyrir 9 mánuðum síðan, það var bara morð í henni, það var bara kona eitthvað sem var bara sko, man ekki hvað. Í Grafarholtinu? Nei, Bátavógsmálið. Já. Fannst þín að hundurinn í fristinum? Já, íslensk par. Já, mér myndi að vera í Grafarholt, var ekki hún pyntaði einhvern mann í 2 sólarhringa? Ég las þetta, crazy. Það bara náðast í næstu íbúð sko. Já, wow. Og svo maður þorir ekkert hérna sko. Serial killer shit. Já, bara á í 2 daga sko. Hún endaði með, hann dóa því að var ekki hann dó af áverkum. Já, hann bara held ég. Já, bara fuck maður. Já, bara tók hann líka vídeo að þessu eitthvað? Jú, þetta var fullt af hljóðklippum og eitthvað. Þetta var eitthvað sick dæmi sko. Ég las þetta, ég vonandi átti gæinn þetta smáskilið skilur. Vonandi var bara eitthvað ókslega. Já, ég veit allavega að þetta fólk var bæði í neyslu þarna. Já, þú veist, vonandi var þetta ekki bara eitthvað eitthvað saklaus gæi skilur. Það var eitthvað nóg í gangi á þessu heimili held ég sko. Þú hefði bara getað heyrt bara öskurinn skilur. Já. En myndu þið til dæmis, ef þið myndu heyra öskur, myndu þið hugsa, en bara tölvuleik eða. Herðu, ég var á bara Ítalíu daginn, þá gistu í blokk og það var bara öskur og bara eins og það væri sko að miðeikunarna. Ég bara, ekki allar að læsta hann annars og bara það var bara svona Airbnb. Ég bara, fuck maður, ég gæti ekki svo allan áttunum sko. Ég bara, þetta ekki einhver í tölvunni sko, þetta eitthvað svona sick shit sko. Já, ég alltaf spáðið sko, ef ég heyri eitthvað, myndi ég hringja á lögguna. Ég veit ekki. Eða þú veist, þetta ekki bara orðið en svo Íslandi með bara svona þetta að reddast. Þetta mun bara ég held þannig séð að eðlilegt fólk hringi bara á lögguna sko. Ég er ekki viss. Hefur þú ekki heyrt öskur og ekki hringt á löggu eða? Ég hef alveg hringt á lögguna sko. En hvað segir maður þá? Bara ég heyri þetta einhvers staðar, hvernig ef þetta í blokkinu þá myndir maður kannski svona bara vera pirrar út á hljóðinu bara, þú veist, en að stoppa þetta fucking hljóðinu. Áður fyrir þá hefði ég aldrei hringt á lögguna sko, en svona núna þegar það svona, maður er búin að breyta þessum hugafar þá hugsa maður bara, þú veist, hvað það verið bara mörk eitthvað í næstu íbúð og maður hringir ekki, skilur og kannski bara eitthvað gaur búin að berja konuna sína og maður hefði getað gert eitthvað sko. Það er vont sko, það er svona smá vont að lifa með því síðan. Já, pældi ég að það hefði heyrt öskurinn, ekki gert neitt, svo lestu fréttina og bara, damn. Málið líka, sko, ég fría sjálf á mig, ég er alltaf með Airpods í eyranu. Það er alveg sama hvort ég sé með konun eða hóra bíómynd, ég er alltaf með Airpods. Þannig ég heyri... Þú sett bara hitt í bara. Já, ég set bara hitt í og er bara slagur, sko, þannig ég fría mig af ábyrgð. En svo gæti þetta verið með bara löggan bankar og svo lappar einhver út bara með heyrnartól. Eða þú veist þetta, ég hef alveg verið með vinum mínum og það er alveg bara einhver öskrað, bara eins og ég var að stinga hann, skilju. Það er bara svona, ok, þú veist, það gæti alveg, ef löggan myndi koma, það verður þetta mjög spes, svona, bara svona, þú veist, stói Call of Duty eða eitthvað rugl, sko, það er bara svona rugl, eins og þú veist að segja, þess bara gæti verið töluleikur. Nú langar mér bara að fara í lögguna, sko, þetta er svo spennandi. Nú langar mér að vera bara að fara í þessi mál og það er alveg aksjón, sko. Já, er það? Er þessi gaman að vera lögga? Já, ég held að það sé ekki gaman. Fær löggan á Íslandi alveg skýta? Já, fær löggan á Íslandi einhvern tímann gott viðmót? Nei, eins og nýjastaðan sem var líka með nasista á Twitter. Nei, á Instagram. Það var eitthvað, nasistar fóru líka eftir fyrirmælum. Slástu þetta ekki? Jú, en með pipparsprey og það. Brjála, sko. Já, mér finnst sko, ef þú ert að stoppa umferð í Reykjavík, sko, að nóg umferð fyrir þá áttu alveg skilja að fá meis í andliti, sko. Já, bara, þeir stóðu upp, bara við hverju býst, skilju. Ekki vera á götunni að stoppa umferð, sko. Svo þarf bara löggan að vinna sína vinnu, það eru sumir sem gleyma því, sko. I just work here, sko. Það er bara partur af þessu að halda öll í order og þú veist, ef þú ert að gera eitthvað hegðun sem er bara galinn. Ef löggan hrindir þér, þú stendur upp og svona labbar að henni, við hverju býstu? Hvað á löggan að gera? Bara, sorry, ég skal fara. Ég myndi bara pepparspraya, sko, ég var alveg hættur, sko. Ef það væri bandring, það verður ekki lifandi, skilju. Hún er bara skotið. Það grínast. Það er bara definitely, sko. Mér smakna hvað fólk getur vælt út af þessu einhvern veginn, sko. Já, mér finnst það búa. En ef það væri svona eins og að vera að ringja út af einhverja öskur eins og að myrða einhver næstu íbúð, er það löggan bara að senda svæðið, þú veist bara hver annar á tjekka þessu. En hvað gerir sérsveitin þá inn á Íslandi? Já, það er, ef það er ekki einhver með vopna. Jú, það er bara það, skilur. Já, ef þetta eru hættulegri aðstæður, sko. Já, ég veit ekki neitt, sko. Sérsveitin kemur bara, já, ef það er einhver gaur með byssu eða einhverja hættulegar aðstæður, einhver glæpamaður sem að
Þú veist, þeir vita þeir þurfa eitthvað ekstra backup, þú veist, þá kemur sérsveitin. eins og myndið, þú veist, bara þetta var íbúin í Aron Mimi og þeir myndið bara skrifa nafnið hans og sjá bara þegar hann var að grafa 600 e-töflur í Guðmundalundu og þurfum sérsveitin í þetta. Þessi gaur getur gert ýmislegt, sko. Þurfum að vera reddi í þetta. Mér finnst að sérsveitin alltaf verið krakki, hún er svo nett eitthvað. Ég er ennþá í dag bara, fokk maður, sérsveitina, það er eitthvað fucking sick að gerast. Já, það er alveg þannig. Það er bara eitthvað, þú veist, þá vill ég bara sjá hvað er að gera, sko. Hafið þið að sé sérsveitina? Já, við erum alltaf lendin í daginn í umferðinni. Hvað heitir, var þetta Sæbraut? Já, þá var það voru leynilöggur og sérsveitina. Það Breiðholtsmálið þarna, skóla og dóti. Það var eitthvað dæmar í FB. Var ekki stungu eitthvað rugg? Nei, þegar þetta var fyrst, sko. Þá vorum við bara fastur í umferð, bara hægri agrein. Svo bara hinn á vinstri agrein sem voru að koma á móti. Hún er bara stopp, bara engin bíl. Svo bara bruna, bara Range Rover bara framhjá. Range Rover? Já, á móti umferð með þessu, sko. Já, á móti umferð, sko. Fuck, það er bara svona leynilöggu dæmi eins og myndinni auðvitað og sveppa bara. Já, bara svipað, sko. Er það bara fancy Range Rover bílum? Já, bara sturlaði bílar, sko. Já. Bara kólsvartir með filmur. Já, bara eins og þú myndir fíla að vera sérsveit. Ég held að, nei, það er eitthvað ógeðslega erfitt, þú voru ekki að lækka svona, þú veist, til að komast inn. Mér minnir að fréttum það. Þú veist að konur getur komast inn í sérsveitina, var það ekki? Ég las það ekki. Já, það ekki, minnir ég að heilt eitthvað svoleiðis. Já, að ég eitthvað, það var svo erfitt. Ég myndi þurfa að fara að stera eitthvað, skil. Ég er svo mikið. Hvað þarf maður? Þarf maður ekki að taka 90 kíló í bekk eða eitthvað? Það var eitthvað brjála, sko. Ég meina, það þarf að vera bara hér. Það þarf að vera bara... Ég meina, það hljómaði svo Anja mist bara, nei, hún myndi ná sér, maður, kom hann. Það þurfti að lækka þetta svo konur gæti bara, þú veist, physically. Já, er þetta eitthvað svona super erfið þolpróf og... Ég held að sé sem þetta ekki það erfið, sko. Heldur þú að hlaupa, held ég, 4 kílómetra eða 5 eða eitthvað? Er það ekki bara löggan, ekki? Löggan þarf að taka 60 minnum mig. Ég er að rugla. Já, ég held að þetta var eitthvað súper, sko. Ég held að vera um lögguna. Var þetta leynilögga sem við sáum eða var þetta sérsveit? Þetta voru rugla sérsveitin. Sér, nú er það svo forvitin, nú er það bara að vita hvernig maður... Er sérsveitin á hún sér bílum eða? Já, ég minn það. Það er samt heldur bara sérsveitin. Sérsveitin er alveg potið á Range Rover, sko. Það er svolítið? Ég held alveg þessi bíl sem stendur bara sérsveitin á. Og svo held ég, þeir eru ekki með falið andlit, ég held það. Jú, grímur og... Alltaf með falið, sko. Ég held að þeir væri bara á okkur risa brynvörðum bíl eða eitthvað, sko. Bara military, bara... En þú veist, þeir eru með svona grímu yfir sér, skilju. Mega þá ekki segja, þú veist, vinni sinum, þú veist, ég er sérsveitinni. Nei, þeir eiga að halda þessu leyndu, sko. Það er bara, hvað vinnur við bara? Ég vinn bara í bónus, sko. Ég er bara til að, sko. Mér ekki líka, þeir tóku yfir IKEA til að taka svona æfingu minnum mig. Mér minni að gera það. Það er svolítið? Jú, ég sá frétt. Ég veit ekki. Held það. Þú taka svona æfingu, sko. Það er eitthvað, það finnir maður. Þeir eru IKEA til að æfa, held ég, eitthvað svona inn, og fara inn í verslun eitthvað svona. Held það, sko. Það þarf að vera viss típa til að vera í þessu, held ég, sko. Það er svo sjálft að vissa típur, það eru svona dýraverur og svona. Svona eineltisbörn. Þetta er svona lagt í einelti eða voruleikir? Já, svona lagt í einelti og svo byrjaður í skátunum og endur sem dýraverðir. Mikið mjög brjálæði. Já, þú veist, það er svona vissur hópur, sko. Ég hef heyrt þetta líka svona mótorhjólagengi. Þetta er svona oft menn sem eru svona lent í ykkur og vilja vera í hópi, skilja. Vilja vera með læti. Ég myndi að þannig aldrei að vera í dýraverði, sko. Ég bara farið nokkur niður bæ og bara shit, hvað þetta er gleðilegt. Já, þetta er okkur skelfilegt, sko. Dýraverði, sko. Það var eitthvað stelp að taka fram úr og það var alltaf að koma aftur inn. Dýraverði eitthvað bara farið. Er það eitthvað að? Það er þú veist, þó maður var oft fullur sjálfur og svona, þá er fullt fólk upp til hópa alveg skelfilega leðilegt. Já, það er bara þannig. Já, þú veist, og svo þarf maður að standa hann í einhverja 8 klukkutíma, þú veist, langt fram á nótt og þreyttur eitthvað að díla við eitthvað mölva fólk. Þessi gæi sem hleypti okkur inn á meira, djöfull fannst mér hann fyndinn. Hann var bara með kaffibólla og bara svona ekki nennu þessu. Þannig að við kölluðum hann leikarann. Og bara, já, bara, þú veist. Hvað heit hann sem leikur Venom? Eddie Hall, nei, það er Venom. Hvað Venom horfið þú á? Nei, það er Venom, það er kallinn hana. Já, nei, hvað heitir leikarinn áttur? Bruce, eitthvað, nei, ég man ekki. Sem leikur Venom, hann leit alveg út eins og hann, sko. Það var reynda rosalegt að Eddie Hall myndi leika Venom, sko. Það er litli kumpurinn, sko. Það er bara ískápur, sko. Já, ég er bara eitthvað. Hétt hann Eddie Hall? Ég man ekki, hann heitir eitthvað. Eddie Hall er kraftlít. Já, ég veit hann að breski hann. Já, sterkast hann er búinn að gera fokk mikið að TikTok. Þetta er gæinn hann, Venom hann sem er í Jiu-Jitsu, er að fokka þeim upp í Jiu-Jitsu hann. Hann var að móta einhverjum dvergum, hann á 2 dvergum. Já. Ég veit ekki hvað maður gerir mikið fyrir peninga, sko. Það var rosalega. Mér finnst það cool. Ég var bara, ég myndi alveg að horfa á Hafþór í því, sko. Hafþór er líka alveg að gera grillað content, sko.
Ég held að fólk hefur alveg gaman að því að horfa á okkur svona risa gaur að vera að gera eitthvað steikt sko. En pælstu hvað leiðilegt að get ekki farið Lamborghini og þú bara það stóður að bara sorry þarft að vera á reynsrúrunum. Ég meina hann átt efna á að kaupa Lamborghini getur ekki farið Lamborghini. Ég meina hann má ekki getur að fara í Tífóli bara rússibarna. Þú þurftir að setja í aftastasætinu sko. Ég meina hann bara trúlega passar ekki herri ekki að loka bara festa. Hafþór líka yfir 2 metra sko. Hann er ekkert eðlilega stór gæði sko. Hvernig fórháttu bardaginu með þeirra? Hann vann. Já, vann hann ekki með decision bara hann eitthvað gerðist ekkert í þessu bardaga? Jó, hann datt eitthvað hana. Mér minnir hann hafi rótað hann var það þannig? Já, ok, ég man að einhver datt bara einhver slókan að datta, ég man ekki Ég þyrst eða að googla það bara svo langt síðan? Hvernig var þetta? Þetta er alveg 4 ára sko. Fuck, að tíminn niður það Mér líður sko. Ég held 4 Djöfis helvits lífið maður. Ég horfði á þetta sko. Við vorum í grunnskóla sko. Hvað er þið gamlir? Við erum bara tvítið sko. Það er svolítið Hvað er þið gamlir? Ég er 30 núna Í dag sko. Í dag? Já, í dag Nú, alveg maður Þetta eða deginir með komið við Já, það er bara 2 fellar og ammælsteyrin Hann sagði við mig, ég sagði að ég gefa ammælisgjöf. Hann sagði nei, hún er komin. Það eru 2 fellar klukkan 16. Ég bara ok, ekkert við. Það er ekkert flóknir Gafst hann með gammalskjöða? Nei, hann eftir að fá. Tóta var að spyrja með, Tóta mín, hún var að spyrja með hann þú ert að kaupa ammælisgjöf fyrir Aron. Ég segi já, ég er svona eitthvað að skoða það. Þannig maður þarf að fara eitthvað á stúfana. Óli skilur ekki gammalskjöður? Nei, alveg frá því fór að vinna á pening sjálfur, það með drullu saman gjafir. Ég er bara búin að kaupa allt sem ég langar í. Já, ég veit það. Hvað finnst þér að maður eigi að fá? Bara eitt löðrung? Ég gaf reyndar, það var andra móti, ég gaf í útskriftagjöf vinum mínum, ég gaf hníf. Þú veist, bara fyrir down bad luck, skilur. Gafst hann hníf bara upp á að vera Óla finnst þið bara nettir. Ég byrja alltaf að safna hnífum. Ég veit ekki, safna kveikirum. Ég er svona að safna. Hvernig þetta er að fara í dag? Það var bara gott. Sástu bara 3 fréttir og hugsaði að ég var að byrja að safna þessu shitum og selja þetta. Nei, bara, ég hef alltaf frá að krakki elska vopn, ég veit ekki af hverju. Ég hef aldrei fór að nota hníf, skilur. Ég er frá hlaup burtu. Bara alltaf. Nefn einhvers að ráðast á einhvern veginn minn. En það er ekki með... Nei, þú myndir alltaf hlaupa. Ég myndi kasta nýjum að bara. Ef þú myndir jumpa með, þú myndir bara fucking hlaupa. Nei. Flestir sem elskar vopn enda bara á Litla-Hrauni sko. Þannig að þú hefur sloppið alltaf. Já, svo er alltaf einn og einn. Svo er hann að horfa á Dexter núna sko. Ég er nýbúin með alla sérinu. Nýbúin, ég var að byrja sko. Ég er bara að klára fyrst þessu núna sko. Það er geðveikið þessu. Við vorum einmitt að tala daginn í þætti sko. Mér myndi sko að Dexter hafi ekkert verið eitthvað gaur sem var eitthvað í löggunni og eitthvað. Ég held þetta væri bara eitthvað pjúra glæpmaður sko. En svo er hann bara að drepa vondukallana. Þetta er rosalega þetta. Ég er aðeins í pásu 8. seríu. Hún er smá langt. Þetta er aðeins að bíða bara. Ég er að horfa Game of Thrones aftur og svo ætla ég að koma aftur Ég er í Monk. Ég er að horfa á Adrian Monk. Er það gott? Er það gott? Ég var að pæla að byrja þeim sko. Bara byrja þeim. Já, það með Benedict Cumberbatch, hún er 9. Nei, alls ekki sko. Þeir eru mjög gamlir sko. Þetta er eitthvað svona... Þeir eru á Netflix sko. Já. Þetta er eitthvað svona OCD-lögga. Ég hef séð eitthvað þetta sko. Ég var að pæla að horfa á þetta sko. Þetta er fucking skemmtileg sko. En svo byrjaði bara Dexter. Þetta var bara svona hlið við hlið og ég bara Dexter. Tekur að Monk er að næst sko. Ég með svo sko. Ég átti eftir að segja þér að hann. Það var bíómyndu Monk sem kom út fyrir 2 árum. Og ég tók hann í gær. Bíómynd? Bíómynd. Og hvað var í hérna? Sturlu. Það? Já, Sturlu. Ég vil bara áhyggjur hvað hann er mikill Monk-maður sko. Ég hef aldrei heyrt neitt tala svona vel Monk sko. Nei, Monk er minn maður. Þetta eru svona fínir þættir. Er þetta einhver frægur leikari? Nei, þetta eru alveg þekkti þættir, sant sko. Þeir voru alltaf á Stöð 2 gamla daga sko. Já, ok. Þú var svona 5 ára. Þetta er svona eins og Merlin fyrir okkur. Já, það er þetta svona nostalgía í þessu. Merlin? Þetta Merlin, það vissur ekki. Þeir eru alltaf rúf og þriðum. Já, ég hef verið byrjað að neyslu þá sko. Já. Sæl. Hvernig kynnist þið? Herru, við kynnumst þannig að við förum saman á LAN, Counter-Strike LAN í Fjölbrautaskólanum. Vorum við saman í liði? Já, við vorum saman í liði, ég man ekki eftir því. Nei, við vorum saman í liði á því LANi sko. Endur svo að við ætlum að fara að skemmta okkur sem allir hópurinn niður í bæ. Ég og Bjarki erum í einhverjum, ég man ekki, ég var í einhverjum Adidas skóm og þú varst í einhverju... Ég var í glæni Nike skóm, komst ekki inn. Já, það var bannað okkur að fara inn á austur. Þannig að við endum að fara á Airbnb sem að þeir voru með.
ég skipti einhverjum styrum fyrir kókain og vorum þar allar nóttin eitthvað að móki okkur saman sko. Það er svoleiðis. Svo heyrðustu aftur eftir 5 ára eða eitthvað. Já, svo hittist við. Já. Svo bara búið og svo bara 5 ára. Já, góð kæling eftir þetta. En svo... Hvað varstu bara, nú ringi í hann, þetta er 5 ár. Ég fílaði aldrei Aron sko. Nú, akkur? Nei, mér fannst hann bara þreyttur sko. Akkur? Hann var í svo mikil neyslu, hann var alltaf í kókain og kaviarból að senda mér einhverja selfie og messenger og vökunni. Messenger? Já, ég var bara sikkur maður, svo þreyttur sko. Ég verði alveg steiktur þegar ég byrja að fá mér sko. Já. Ég verð bara svona... Nú erum alveg 10 spurningar sko. Hvað voru gamlir, skilur við? Gamlir þarna? Var þetta ekki svona 2018 eða? 2018, jú, ætli ég hafi ekki verið 24 ára þarna. Ég er 27 eða eitthvað. Já. Ok, beti, hvenær er fyrsta sinni sem þið snerti bara einhvað sem tengist eitilum þá? 14 með áfengi 14. Nei, ekki áfengi. Sko áfengi 15, eitilum 16 hjá mér. Já, þannig að þú byrjar fyrr. Já, ég byrjaði... Það er 13 ára? Nei, ég var byrjaður í 8. bekk. Þá ertu 14 ára? Já, 14 ára. 13 til 14. Vá, þegar ég var sko í 8. bekk sko, þú geta bara sparkaði mig og ég er bara dáð. Ég er jafn þroskaður og ég sko er núna og ég var í 8. bekk. Ég var sama hæð og allt sko. Já. Hvað er það eitthvað tengt eitilum með það? Segir það? Nei, það er sko, læknir minn lofaði ég er 1.85 allavega. Hann laug helviti að hann sko. Rétt skreiði í 1.70 og hann er ekki lifandi í dag sko. Hefur verið pirrað síðan. Eða heldur að fíknefnin hafa stoppað vöxtinn? Já, nei, það er allir mjög lágsnir í fjölskyldurum minni. Já, ok, pappin er ekkert byrjar að drekka kaffi kannski? Nei, ég byrjaði ekki að alltaf sagt mér að drekka kaffi þá bara koffín bara hættir að stækka. Ég er bara það gerist það sama hjá mér sko. Ég er bara búin að jafna hávaxinn síðan í 8. bekk sko. Það er bara stoppaði allt sko. Var það svona bráðþroska? Já, þetta leit vel út á tímabili sko. Skítloka sko. Sterkastur í 8. bekk og einmastur í 10. Já, præmi í 8. bekk. Præmi í 8. sko. Það var minn tími. Shit, ég er sko alls ekki præmi í 8. bekk. Ég er bara fucking lítill gaur eitthvað alveg vel. Ég er sko mjórri en núna sko. Það var eitthvað hræðilegt. En þú veist, já, með kynnin okkar síðan verðum við edrú og þá ákveðum að ég veit ekki eins og, gerðist þetta ekki bara einhvern veginn? Jú, sko, Guð sér alltaf sína, sko. Já. Við erum miklu guðsmenn. Það er svoleiðis? Já. Þú er ekki með cross? Einar með chain? Já, með chain. En þú veist, ég myndi... Þú með tattoo? Nei, ég reyndar ekki, en ég væri alveg til í að vera með cross, þú veist, Já, ég er með cross á löppinni. Já. Ég er mikill Jay-Z maður, sko. Já. Jay-Z, já. En við erum í þessu, sko, við erum í svona að því við erum báðir alkoholistar. Já. Og miklu fíklar bara í margt, sko, þannig. Við kynnumst ekkert bara fyrir en ég kemur úr 4 mánaða meðferð. Já. Þá erum við með svipaðan edrudag, sko. Já. Og þar svona einhvern veginn byrjar þetta. Já. Það er bara þegar við erum báðir edru og við vorum stundum að tala bara í, þú veist, 12 tíma á dag í síma, sko, vorum að vinna á saman stað, sko, bara á sikkurum staðnum. Og þannig til að vera ekki einir í vinnunni, þá vorum við bara í símanu saman og stundum sögðum við ekkert í 40 mínútur og hann var bara í eiranu. Og það voru bara að gera eitthvað og hann bara í eiranu og svona, ertu að það? Þú voru svona lagardæmi eða? Nei, vorum í Póló. Já, vorum í Póló, veipbúð. Já. Þá þekki ég Ásmund. Já, ljósarið þarna. Ásmundur Ari, já. Ég hef reyndar ekki það, ég hef aldrei hitt hann, held ég. Nú? Ég hitt hann í vinnunni, sko. Þannig að ég veit alveg hver hann er, sko. Já, næs. Já, áhugað. Þið hef aldrei, þið hef bara einu svona hist þegar þið voru í neyslu. Já, bara svona hist sem bara svona, við sögum bara pottet hæði einhvern tímann eða eitthvað svolítið, sko. Við vorum mikið í Counter-Strike senunni, sko. Já, einmitt. Og við spilum báði Counter-Strike í 20 ára eða eitthvað, sko. Já, ekki bröð Counter-Strike 2? Ég hef spilað hann, sko. Hann er ennþá, hann var að vinna bara, sko. Já, þannig séð, sko. Hann var að vinna bara mót, sko. Já, ég vann mótun daginn, sko. Vá. Já, þannig að maður er svona, maður veit ekki hvað maður heldur áfram lengi en á meðan þetta er gaman og gefur maður saðan síðan, sko. Fertugsaldrinum enn að spila, það er eitthvað við það. Já, það er bara holdt. Já. Maður hann að Höllufrundar, var hann ekki ykkur huge? Jú, hann var hérna, það er Murk Krissi. Já. Hann, sko, Murk var á sínu tíma besta lið á Íslandi og ég held, hvað var ekki topp 15 í heiminum eða eitthvað? Jú, einhvern á tímanum, sko. Damn. En Krissi var svo sem ekkert einhver legend í Murk, sko. Nei. Þetta var Zombie og Blibbo. Já. Eitthvað svona. Hann var þarna. Já, hann var þarna, hann var góður á kantinum. Já. Er eitthvað svona liða rivalry í þessu eða? Dag er að Dusty og Þór. Ég er ekkert inn í þessu lengur, sko. En á sínu tíma var stórt rivalry þegar Bjarki var. Það var náttúrulega Troppa, Delete og Malefic.
Ég var mjög mikið í sennsinu og var bara í besta liðinu. Bjarki hefur unnið fullt af titlum á Íslandi Ok, hvað fer þetta fram eiginlega? Að þú skilur... Þetta fer yfirleitt fram með HK og Digranesi til dæmis. Háskóla Reykjavíkur. Háskóla Reykjavíkur, það eru landmót þar, sko, alltaf í ágúst. Svo hérna Míluhúsið, þar var eitthvað mót. Unnið þið ekki þar? Jú. Þeir unnið þar og fengu frí að ferð til Dalmerkur, sko. Og það endaði bara í einhverju fyllir í, held ég. Jú. Ég var bara alveg farið, sko. Svo þegar ég hætti að nota kókaín, þá hætti ég að spila töluleiki. Það svoleiðis? Já. Þetta er ekki gaman lengur? Nei. Bara get ekki, mér finnst ekki gaman. Varstu á kókaínu og spila töluleiki? Já, hann var svolítið mikið að nota það. Þannig að þú tengið það saman, það var náttúrulega hundlega að spila töluleiki. Ég spilaði ekki töluleiki á þess að vera kókaður. Það var svona góður maður. Já, segir djöður. Já, þú ert góður fyrstu 2 tímana, svo byrja skáltinn að mæta, sko. Það var með snegstu viðbröð í heimi. Já, svo maður fór á LAN, sko, maður byrjaði kannski á 50-degi, svo maður enn vakandi á sunnudegi í úrslitaleik. Og alveg bara orðin bara... Það er ekki holdt, sko. En ég held að þið náðu besta árangri sem hefur náðust erlendis. Já, eitthvað svolítið, jú. Allavega svo, já. Það er rosalegt. En hvernig, þið sögðu FA, voru í FA eða? Nei, ég er Skagastrákur, sko. Það var eitt landmót líka sem var alltaf, það hét Tengillinn. Það var alltaf í fjölbrautaskólanum með Ármúla. Við vorum bara á fíkniefni þar og við vorum ekki mikla fyrirmyndir á því landmóti, sko. Það er svolítið. Það er ótrúlega sorglega, þú ert með kannski 27 ára gamla mann sem er inn í fjölbrautaskóla Ármúla að spila tölvuleik og nota fíkniefni. Það er ekkert fallegt. Það er ekkert að nettast í heimi. Foreldrarnir er ekkert eitthvað rifnustolti þegar 27 ára sonurinn er að múki í einhverjum fjölbrautaskóla, sko. Það er frekar satt, sko. Já. Og já, foreldrarnir, þeir vissi alveg hvað er í gangi alltaf? Sko, ekki alltaf, en með tímanum allavega hjá mér, þá var þetta bara orðið það mikið og að maður gæti ekkert falið þetta lengur, sko. Nei. Pabbi spyr mig á tímapunkti bara hvenær ætlar að hætta þessu eiturlega rugli, þetta er ekki hægt með á heimilinu alltaf í neyslu. Já. Það var líka þreytt að vera pabbið þinn, sko. Þú fórst á bílnum. Fórst á 2 bílum hjá honum og kom slappandi heim. Ég hef tekið alla bílana, skilað eftir í mismunandi partíum og svo var pabbi minn ekki með neitt bíl bara til að fara í vinnuna á mánudegi, sko. Bara hvað eru bílarnir? Þannig að þetta var alveg vel þreytt að búa með einhverjum sem er í neyslu. Já, það er fokkið vont, sko. Þannig að maður er eiginlega ánægður í dag að þurfi ekki að vera að bjóða fólkinu sínu upp á þetta. Já, svo sér maður líka svona þegar maður er búinn að vera edrú einhvern tíma. Og maður kannski fer að sjá aðra kannski foreldra sem eru með börn í neyslu og sér maður hversu ógeðslega mikinn skaða maður valdi sjálf, sko. Það sem maður skaðaði fjölskyldur sína á þess að þegar ég hugsa alltaf bara ég er ekki að gera ykkur neitt, sko. Þetta er ég og mitt líf og sá ekkert annað, sko. En í leiðinni var ég að skaða bara 50 manns bara með því að vera bara sér ekki þeirra hlið. Já, það er til sér svona leynisamtök bara fyrir fólk sem hefur þurft að búa með gaurum sem er í neyslu, sko. Þess að þau hittast bara og tala hvað það er erfitt að búa með ykkur sem er á hjálparfundir svona. Já. Make sense. En hvað er tipping pointið til að fara í meðferð og eitthvað svona hjá ykkur? Sko hjá mér, fyrst þá þurfti ég bara að fokka öllu upp sem var hægt að fokka upp. Bara reach rock bottom? Já. Bara gjörsamlegt rock bottom til að vilja gera eitthvað, sko. Og svo, þegar mér leiði aðeins betur og var búinn að ná aðeins árangri, þá var ég allt í einu, þá þurfti ég ekkert svona mikið á þessum fundum að halda og ég var bara eitthvað góður og byrjaði aftur á styrum og svo verður það til þess bara ég dett í það aftur og ég vissi bara hvað væri gott í boðið þarna, af því ég hafði alveg upplifað að vera með Guði í liði og ég hafði upplifað að hjálpa öðrum og komist út úr svona þessari sjálfselsku eigingirni sem fylgir alkoholismannum, sko. Þannig að þegar ég datt í það aftur þá vissi ég bara hvað þetta væri glatað. Mér fannst ekkert gaman að vera í því eins og var áður þegar ég var að byrja og þannig að ég vissi bara að ég þyrfti að fara aftur inn í þessi samtök og ég fór bara beint þangað og var all in og er all in bara ennþá. Og mikill partur af lífinu mínu og frítíma snýst það að hjálpa öðrum, sko. Að reyna að komast í góð mál, sko. Ég heyrti þetta sponsor, það var ég með þessi í Dexter þáttunum. Já. Hvað er það? Sko,
Það í raun og veru bara eitthvað sem leiði í gegnum prógramið sko. Trúnaða maður sem áttu að geta rætt allt við Já. Og hann á launum? Nei, þetta nefnilega, það engir peningar eða neitt Nei Bara góður maður Já, ég held að það sé ástæðan okkur þetta færi manni svona mikla velíðan sko. Að því að maður að gera þetta án þess að fá eitthvað fyrir það maður bara að gera þetta út frá þeim vilja Það bara svona fyrir sáluna maður bara að gera þetta þegar mann langar að hjálpa ykkur mann langar að sjá ykkur ná árangri Það hlýtur að gefa manni mikið Það gefur manni svo mikið andlega sko. Já, gera það sko. En já, Bjarki fór náttúrulega í meðferð sko. Já, ég fær í nokkra meðferðir farið 3 á Vog, 1 svona Vík fór svo hlaðgerð á 4 mánuði og ég var alltaf í svona laumunislu sko. Ég var ekki djarni eins og Aron með kassan úti eins og ískápur og í mismunandi partíum sko. Ég var eiginlega bara einn inn í herbyggi sko. Veist, ég var byrjaði oft í einhverju partíu svo bara eftir hálftíma bara fuck ég meika þetta ekki sko. Og var þá bara komin inn í herbyggi þar sem ég satt bara kannski 5-6 daga horfði bara óbeldisklám mókaði kókaín í nefið á mér gerði það bara í nokkur ár sko. 5 ára eða eitthvað bara kókaín? Svona 99%. Veist, það var eiginlega bara það sko. Og sem alltaf sko, þetta örugglega dýrasta sport sem maður getur Já, ég myndi halda það Já, þetta bara kannski heil helgi kannski 500 sko. Nei Þetta alveg fucking dýr sko. Hvernig voru það að redda þessum pening? Herru, maður fær lánað hér og þar og maður tekur lán hér og þar og sko Svo krýta maður á sig og getur fundið bara einhvern svona góðan dópsala sem kannski treysti þér og þú segir ég ætla að krýta á mig kókaín fyrir 1 milljón og færðu bara lán færðu bara kókaín kannski 50 grömm eða 60 eða eitthvað og whatever og þá skuldur hún síðan bara 1 milljón Veitu hvað akkur kallað krýta? Það bara þú skuldar Já, þú ert bara að krýta á þig Já, þú ert bara að taka lán fyrir einhver sem átt ekki og svo þetta oft kannski einhverjir hættulegir menn eða einhverjir dópsalar og maður þarf bara ég held sko að mikið þessi bransi held ég virka bara þannig að þetta mjög mikið að vera lána af því að þetta bara það dýrt og kókaín víman hún endist mjög stutt maður þarf alltaf að vera að fá sér meira og reyna að viðhalda þessu og þetta verður mjög mikil fíkn og þráhyggja og maður alltaf að eldast við að halda þessari vímu gangandi sko. Þannig að maður byrjar að þurfa meira og meira og meira En maður ekki að leitast á fyrsta hitinu þú veist, var það ekki alltaf þannig að það eitthvað svona ég myndi segja að það væri eins og með MDMA og svona það svolítið svona, með e-töflur og svona ef ég ræði kókaín sko, ég skildi ekki kókaín fyrst ég notaði sko. Fyrstu 3-4 skiptin ég fattaði ekki efnið Ég skildi ekki hvað menn var að eyða peningum með þetta sko. Svo allt í einu bara fucking tekur það sko. Allt í einu fattar maður þetta einhvern veginn En þú veist hvernig ákveðið með þessum þegar þú ert búin að krýta þig hvernig átt að borga tilbaka Er það borgað til greiðslum? Svo sendi ég bara honum ég þarf bara að finna en greiðsluplan og svo borgaði 50 eða 100.000 á mánuði eða Það alveg svoleiðis Svo getur þú fundið bara 3-4 gauri viðbót þar sem krýtir á það einhverjum milljónir og Svo endan ertu bara Svo ertu bara komin 10 milljónir í mínus og veist ekki hvað það gera Maður hefur heyrst svona vestu dæmin þá hafa menn farið í 30 milljónir í skuld sko. Hvað gerir menn þá? Það tekur bara langan tíma bara svolítið... Tekur kannski 5 ára eða eitthvað Þú ert bara að borga Svo ertu kannski eins og með tekkin gauri sem hafa kannski bara verið að þrífa bíla eða þrífa húsið þeirra bara sleif bara þú veist ekkert sleif, bara svona að vinna upp í skuldina Það var einn hann kom í viðtal til okkar hann var einmitt að þrífa bíla og eitthvað svona fullt af einhverjum verkefnum bara sem hann fekk og hann greip það bara allt af því hann var edrú og gætt gert það Hvað ætla hann að fá við þá fyrir að þrífa bíluna? Er þetta sé bara 20 skall í það hljóma fyrir Já, þetta var bara samkomulag og þetta er ekkert einhver gaur að nota einhver skítan dópustæð Þeir sáu líka kannski bara það er helviti erfitt fyrir hann að fara að græða ykkur á 24 milljónir sko. Bara getur við bara gert eitthvað sem virka fyrir báða aðila Það er versta tilfinning í heimi þegar þú veist að þú ert búin að drölla upp á bak skuldar hellings af pening og þú eru ekki að horfast í augu við það sko. Það er bara svona þú veist, þú bara ert inn í herbyggi hér bara sem ég var eins og bara grenjandi á flísunum bara á niðurtúr og leiðin í meðferð og veist ekkert hvernig átt að borga tilbaka það er svo ógeðslega erfitt að horfast í augu við það og fara að tala við einhverja dópsala og fá greiðsluplan og eitthvað svona gauðra sem voru búin að lofa að borga kannski 50 sinnum sko. Ég myndi að tróða þess ekkert skemmtilega tilfinning sko. Svo þú veist ef maður er bara svo kærulaus maður veit alveg að innst inni að þú getur ekkert borgað þetta
bara fíknin og það svo mikið að þú hugsa bara ég greiði þetta einhvern veginn já, þess vegna hugsa bara, ef ég reddi svo ekki á dreipið mér bara eitthvað, þetta alveg þar sko. Þetta alveg þar maður ekkert hræddur við, það ekkert eitthvað svona handrukkar hræðsla, það ekkert ekki þegar þú ert kannski í miðjum póka sko nei. Það meira kannski maður vaknar eftir þetta sko þú veist, þá maður bara, þú veist, ykkur kannski fara að koma heim til mín það maður fær alveg þessar hugsanir því að maður líka bara ógeðslega lítill í sér eftir eitthvað svona dæmi sko ég fór bara í kvíðakast þegar ég fekk notification sko eða einhver hringdi mig, ég þorði aldrei að svara ef einhver hringdi mig sko bara unknown number það var bara fokk, það eitthvað að koma að fokkin murka mig sko en handrukkari, ná þeir ekki þannig að þú selur handrukkar á skuldina, ekki? Eitthvað? Já, það hægt að gera svo ekki hægt að tvöfalda skuldina og hinum aðalunum með eitthvað svolítið sko Já, yfirleitt selt skuldi ef einhver næri ekki að innheimta hana sjálfur sko þá kannski einhver litli jeppinn sko sem að kaupir hana og næri hana sjálfur sko eitthvað svona En þú veist að því að hvernig á handrukkan eða ná peningum, þú veist hann lítur að fara það bara í eitthvað foreldri þú sér til þeim bara fréttir það hefur verið bara farið bara heim til mömmu Gus og látt hana bara fara að ná bara smálan.is eða netgír og bara takt út 500.000 já, þeir gera þetta svoleiðis þessir fokkin siðblindu görunni gera þetta svoleiðis sko sem fucking ógeðslegt sko það það sko svo hefur maður líka heyrt að menn taki bara bíla af görum og bara eitthvað, þú veist, finna bara eitthvað verðmæti og bara taka það sko sem betur fyrir var ég myndi segja að ég var bara mjög heppinn að ég fekk bara að setja upp greiðsluplan sem ég borgaði bara á þessum tíma og fylgdi ég bara eftir sko já, ég var líka heppinn sko ég fekk bara að semja líka, þú veist en maður hefur heyrt alveg hræðileg dæmi sko bara eitthvað svona, tekið bílagaur eða láta hann taka eitthvað lán og þú veist, eitthvað svona þetta fucking brutal dót sko hljóma fyrir mér eins og það séu svona góðir eiturlyfjasalar að þú veist næs eiturlyfjasalar og síðan bara einhver gæði sem bara hefur þeir vita, þú veist, flestir sem eru, þú veist, verða eitur þeir eru kannski búin að skulda 1 milljón svo þeir eru búin að borga miljónuna og vita að það er helviti líklegt að koma aftur sko þá bara komin aftur milljón sko þannig þetta er alveg trixið þeirra og veist, ég krýtaði milljón svo borgar með 100.000 á mánuði svo gera þeir það bara 20 stöðum sko maður er alltaf aldrei að fara að koma og fá eitthvað hjá okkur gaur sem að tekur bíliðin eða eitthvað þú veist aldrei að fara að koma þangað aftur sko það er svona betri view og hjálp sko. já, þannig sé sko það er að vera eitthvað svona IKEA eiturlyfjasali sem er svona mjög fair og nei, ég veit ekki en hvað er þessi margir eiturlyfjasalar í Íslandi þú sé bara eitt svona kingpin eða er eitthvað svona 10, skilur level 1 eða eitthvað skilur það er fokkin erfitt að setja eitthvað tölu upp sko en ég held að þetta er alveg stór bransi með við lítið land sko það er svona það eina sem getur sagt þeir eru margir örugglega einhver 1000 já, örugglega, þú veist en svo er örugglega mjög lítil prósenta sem er að gera það eitthvað hjúts á þessu sko og ég held að flestir viti ekkert hverjir það eru sko og er þetta allt komið er þetta komið eitthvað rafmyndir í dag er þetta bara allt bara cash já, þú getur borgað eins og ég sá á Telegram síðan þá getur bara borgað með Bitcoin og já, það er svolítið já wow. en þá lítur ekki geta að nota myntkaupa því að þeir þú ert alveg bara ég er svo áhvert þetta er þetta bara how to bara hvernig get ég keypt fíknefni á þessu einhver fatt segðu hvað er besta verði er eitthvað svona tilbóð 5 og 15 tilbúð 15 5 og 15 það er svona legendary tilbúð sko það er svolítið hvað þýðir það? 5 kúlur og 15 skall þú veist 5 eðtöflur og 15 já svo er líka cannabis 5 og 15 wow já það er bara með bara svona jakka hvað vilt? Nei ég lendi því í Danmörku það var gaur sem var bara með svona hálsfesti og það var bara með borð fast svo var bara með töskur og svo gæstu bara valið ég hafði aldrei séð það áður wow. það var bara öll fíknefni bara ekki að stráðið þetta var líka bara ég fóð til Brasilíu sko í favela-körfin favela það er svoleiðis já og þá eru bara með stand-up og svona lemonade stands já það og bara alltaf borðinu og bara þú veist túrgætir er búin að borga þú veist stópsölunum til að fá að labba henni gegn og horfa allt og maður bara alls ekki á myndaðalar það er stranglega bara en þá eru bara með svona lemonade stands og bara verðin og bara allt á borðinu og bara eru bara ógeðslega næs gaur og bara allir bara allstað bara alveg bara klikka sko hvað varst ekkert smeykur á það?
Nei, reyndar ekki, ég var svolítið smekað að hann sagði bara þegar ég segi að þið farið niður, þá farið þið niður. Þú veist bara, það getur bara komið bara gang shootout bara þannig hvenær sem sko. Það þreytt. Já, bara fuck maður, ok, það bara. En ég meina, núna ég bara næs og það ég lifandi, þannig. Já, lifandi. Varst ekki fyrir Uzi? Nei, en þú veist, þetta var alveg, þú veist, maður fatt ekki hvað það steikt fyrir maður svona komin heim, maður bara svona, ok, ég var bara eitthvað, skoða bara eitthvað lemonade stand sinna dópið bara, þetta var fucking steikt, sko. Já. Spyrir út í það ekki að opna henni í Íslandi hérna já, okkur að standa bara í hérna Kólabórtinu en hvar byrja hugmyndin þú veist á Götustráka podcastinu? Aron má eiga hana já, ég byrjaði á Twitter Bjarki Samar fór á Twitter ég byrjaði að posta einhverju glæpa dæmi þar og það fekk alveg einhver svona fekk fína móttökur sko og út frá því þá held ég bara að ég væri að fara að mæta bara stöð 2 bara eftir kortir sko, ég var hann vel veruleika ég hef svo oft þurft að setja hann á jörðina sko en það er stundum eins og sé sko geðveikur í hausnum sko. En undanfarið er ég komin svona þokkalega á jörðina sko en út frá því þá hugsaði ég bara þú veist hamra járnið með að vera heitt og gera eitthvað podcast og... ég hafði alltaf langað til að gera eitthvað svona sko en hefði aldrei bara þoraði sko ég var fór í einhverja pröfur á FN957 og svo datt ég í það eftir það og þannig þetta var alltaf eitthvað svona draumur sem ég langaði eitthvað að gera en Aron á bara heiðurum skilið að koma með hann og íta á eftir mér sko Já. Og hvernig byrjið þú veist, farið þið strax í svona broadcast setup eða er þið bara að taka síman fyrst? Nei, sko Sindri Pólo, hann á huge shoutout skilið, hann keypti fyrir okkur mæka og mixer og eitthvað 400 skall og já, við byrjum bara að taka upp einhverja pröfu þætti heima og Frosti, hann sendi á okkur eitthvað við vorum í sko, svona 30 fermetri íbúð með einhverja 4 mæka og standa og mixer og við aldrei gert þetta áður og vorum sko að fór svo 20 klukkutíma að prófa að gera eitthvað þætti og sem ekkert hvað varum að gera Nei. Og svo kom Frostið hana já, hann byrjaði fyrst með að senda okkur eftir að fórum til Thomas Steindós og Exið já, ok hann sagði eitthvað bara geðveitt viðtal eitthvað þeir eru alveg fættir í þetta og svo sendi honum pröfu þætti minni mig já. Og þú veist við ætluðum fyrst bara að gera þetta í bara Pól og Hamraborg í einhverju lítilli kompu eitthvað staðar sko en svo sendi hún á okkur þessa hugmynd með broadcast hittum hann í einhver dinner og við vorum bara seldir eftir það sko og höfum verið bara þar allan tíman sko nice. Og þeir eru í áskrift við erum í áskrift já, við fengum það út sko að við gefum alltaf 1 frían þátt á laugardegi þátt á laugardegi já, hann gefum alltaf 1 frí þáttur í viku já hvað er maður ekki læstir? hvað sér þau? Hvað er maður ekki sem er í læstir í dagskrá? Við gefum út 3 á viku og 1 þeirra fer í spilun í fría stundum einhver eldri misjátt með fría þáttin sko. Með 3 í viku? 3 í viku, alltaf Hvað er búin að lengi með 3 í viku? Síðan 1. janúar við byrjuðum að gera það við vorum bara með 2 í viku við vorum með 3 ákvaðum bara að gefa hans í og við höfum staðið við það bara að gefa alltaf út 3 sama hvað vel gert tökum alltaf upp á sama tíma alltaf í fría á 3., 5. og 1. og það bara klikkar ekki sko, Aron hefur mætt hann bara með 40 stiga hita og ég hef mætt hann daginn eftir aðgerð og bara líða yfir mig nánast og við bara mætum og tökum upp sko. Þetta er bara það sem við erum með þetta tækifæri við fengum þetta tækifæri að gera þetta og eitthvað hjálpa fucking mikið þannig við erum bara að nýta okkur það sko. Já, þeir eru alveg með áskrifundur ég alveg veit margar sem eru í áskrifundur við erum með slatta sko. Slatta áskrifundur, við megum náttúrulega ekki segja beint hvað margir nei, ég veit þeir skipta á 1000 og þetta hefur bara verið líginni líkast hvað þetta hefur gengið vel sko. Af því að við höfum náttúrulega ekkert gert neitt þannig sé áður og við byrjum í áskrift þannig að við vorum svona manni fannst það hljóma bara svona tók út upp í trú að þetta virka en einhvern veginn gekk það upp við vorum líka í einhverja 5 mánuði að peppa að við værum að gefa hlað fórum að FN957 og Exið nokkru sinnum og eitthvað svona það var alltaf því fyrsti þáttur á leiðinni í þessar 5 mánuði svo kom aldrei neitt þáttur sko. Þetta frestaðist alltaf eitthvað aðeins út af ætluðum náttúrulega bara að gera þetta fyrst sjálfur og svo vorum við allir komin inn í broadcast og þurftum við náttúrulega bara að bíða eftir að stúdíó væri ready sko þannig að við vorum alltaf að lofa eitthvað að vera þessi dagsetning og
En svo breytist það alltaf eitthvað sko og svo mættu við til Tómas Steindors og hann sagði ykkur þáttur að koma fólk var bara að fara að hætta að trúa okkur sko en þetta gerðist á endanum og maður hefur fengið að hitta fullt á áöðru fólki og bara gera eitthvað sem að manni langaði raunverulega sjálfur til að gera og þetta ógeðslega skemmtilegt að vera með hlaðvarp sko. Já, til hamingju með árangurinn. Já, bara takk hérlega. Þeir eru með season 2. Hvað akkur ákveð að breyta í season 2? Það er bara 1 ár og þetta er annað ára okkar. Já, svona. Við byrjum 23. janúar á síðasta ári. Það var season 1. Já. Nú er season 2. Já. Og veitu hvað er mörg þætti? Við erum komið eitthvað, sko við gáðum út, hvað var það á fyrsta árunu? Sko, var það ekki hátt í 100? Nei, 115. 115 á fyrsta árunu. 115 eða 120. Hvað er það með 170 okkar? Sko, já, það gæti við. Við erum konið með 71 þátt núna á. Já, vá. 190 okkar. Já, eitthvað þannig. Við, sko, ég reiknaði eitthvað út daginn, sko, 3 þættir í viku, þetta endar í 150 eitthvað þessu ári, sko. Já. Þannig að þetta er alveg, þetta er helvits keisla, sko. Já, þetta er líka, fyrir líka bara tími í þetta, sko. Við erum bara tími fyrirtökur og tími að vinna þættina og... Eru þið ekki að vinna þættina? Við erum ekki að vinna þættina, við gerum klippunar og... Gerið klippunar? Við gerum TikTok-klippunar. Það er að vinnarna mínum að þið, sko. Já, mér finnst aðlega. Það er svolítið automatic að þetta þættina. Já, það tekur enga stund, sko. Það tekur enga stund. Svo er það hitt, sko, þú ert alltaf að vera að breyta 1080 í 1920 á TikTok. Já. Svo það fytti vel í skjáin. En það er náttúrulega tekið öðru, þannig að þú ert alltaf að vera að breyta kamerunni á við erum eitthvað Da Vinci dæmi. Já, það er ekki. Já, þú bara susar eða bara, Því ég er með original klippifælinn, þá hendi ég þessu bara í gera nýja timeline, multicam, þá get ég gert bara já, við sérst erum með 2 og við klippum svona á milli. Ok, byrju, Við erum, við vinnum þættinu okkar sjálfur, sko. Ég ætla að fá að spyrja ykkur, að ég er á Da Vinci. Já. Ég fer þarna efst uppi, ég klippi eina klippu, fer efst upp, seti vinstri, þá snýr kameran eitthvað. Já. Ef ég ekki að gera það. Snýr kameran eitthvað? Já, þú ert að segjast að manually snúin. Já. Nei. Að þetta er tekið upp í 1920 eitthvað. Já. Þá næri ekki allir skjári. Já, þú zoomar inn. Sko, það sem ég gerir, það er bara hægri smelta á timelineið. Ok. Og bara breyta einn úr horizontal í vertical. Og þetta er done. Ekkert meira. Ok. Já, ég get sýnt þér að... Þá er allt timeline bara Bara myndi maður eftir, ég svona sína þér í tölunum. Ok, gæt. Já, það er ekkert mál, sko. Ok, veistla. En svo líka CapCut. CapCut, það er future. Já, fólk er að segja það, sko. Ég byrjar að klippa þetta í DaVinci og svo setja bara þáttinn yfir í CapCut. Og það er svo fárlega smooth. Super fast. Það er svo fárlega smooth að klippa í CapCut. Það er alveg bara strax og svo... Áhverju er ekki hægt að setja svona automatic íslenska texta? Það er bara ekki komið, sko. Það hlýtur að koma bara. Það er komið á Spotify. Já, ég bara sjá Spotify ég veit ekki hvað þeir eru að kúka, sko. Þeir eru með eitthvað, sko. Ég veit ekki hvað þeir eru að... Samt ekki alveg akkurat, sko. Nei, en það er alveg svona 50-70% tíma. Já. Ég held að það er flott maður. Ég meina, ég held alveg að sé ekkert langt í að CapCut væri. Nei. Það væri snillt. Það er að borga fyrir það. Ekki CapCut. Ekki ég, sko, en sumir borga fyrir það. Að borga sumir pro til að fá þú veist transitions. Ég held að frá því, ég mæli mig fyrir ykkur, er ekki bara með góðan síma. Gerð það bara CapCut í símanum. Það er bara í rúmi bara. Ég ger það alltaf þegar ég var að texta líka, sko. Er þið að texta klippuna ykkur? Nei, ég er svo lengi að það er overrated að mínum mati. Við pröfum það, við pröfum svona viku, svo hættum við. En þá klippti ég tölvunni, dótið, svo setti ég yfir símum minn til að setja allar myndir og texta. Þá er ég bara on the go, bara að vinna í þættinum. En hver er hugmyndin á baku texta? Þú veist, er það bara eitthvað... Ég held það bara attention. Ég held að sé ekki svona margir heyrnarlausu sem er á TikTok. Nei, þú sko, ég alveg tengi við það. Ég horf stundum á TikTok alveg á mute stundum, sko. Í alveg? Alveg stundum, ég ger alveg, ég veit ekki okkur. En svo er þetta líka bara, ef þú klipp bara 1 og 1 ár, þá ertu bara, þú veist, þá er þetta svo mikið af upplýsingum bara að dæla staðið og þú festist bara inn í vídeónu. Ég sko, eins og þegar ég horf á íslenska bíómynd, ég vil hafa íslenska texta, sko. Já, ég tengi alveg það, því þetta er svona... Og heyrir ekki allt svona... Já, og þá er þetta bara svona heilalust, maður þarf ekki að vera að hugsa alltaf mikið, þú veist, maður er bara horfir, þú veist, kannski er það einhver hugsun með það texta á TikTok. Aðal sem ég er að gera í bíó er bara dívín ostasósuna maður og það er bara að hafa þennan textan fyrir fram. Hann fær sér 3-falda ostasósu, sko. Vá, ég var til natsósunni. Já, en eitthvað sér. Shit, það er best, sko. Það er rosalega. Það er langt best. Ef þú ferð í bíó og ferð ekki natsós, þá bara, þú veist, það er eitthvað að. Já, eitthvað, og pinni í hálfleik.
Pinni? Já, það er mjög vinsælt. Ég vann í bíónuna einhver smá og þá var einmitt alltaf mjög margir sem fengur pinni í hliði. Alltaf pinni í hliði. Pinni í hálfleik. Heitir þetta æðminni sko, pinni? Bara íspinni? Já, ég veit það. Þetta er stytting, svona þegar þú ert komin á 40-aldri og byrjar að stytta á þeim. Svolítið töff. Þið tókum viðtöl Viktor Forseta? Já, Viktor Traustason. Já. Við tókum viðtöl við hann. Ég náði meðinni, ég náði lengra viðtöl við hann sko. Ég náði lengra? Já, klukkutíma 22. Ég sagði það fyrir, ég hugsaði fyrir, ég ætla að ná meðinni. Já, eða? Já, þannig ég byrjaði bara svona Það var bara afreg sko. Ég byrjaði bara herru, þú varst inn í háskóla í Danmörku og við fórum bara að tala bara hans háskóla, hvað heitir þetta? Lokaritgerðina og allt bara Hann ekki maður margra orða á þannig séð. Nei. Þið náðum alveg klukkutíma og 2. Já, það er nú alveg fínt. Sko við þegar maður er búinn að gera þetta í eitthvað tíma þá fer maður einhvern veginn að ná bara klukkutíma einhvern veginn sama hvað þó að viðmælendin sé bara eitthvað Flóið bara, þetta byrjar bara að flóða. Já, þetta byrjar bara að flæða og þó að aðilinn segi ekki mikið eða eitthvað, þá einhvern veginn kemur þetta bara. Ég veit ekki hvað gerist, ég heldur bara því meira sem þú gerir þetta, því betri verður í þessu. Einmitt. Eru þið eitthvað semja spurningar eða? Sko, við gerum það alltaf til öryggis. Það? Já, sko, sérstaklega ef við erum 2, þá erum við að skrifa niður liði og umræðuefni og svona, sko. Ég finn mikið fyrir því, ég er með podcast með öðrum vinnum mínum, sko, og þá stundum svona þarf maður að skrifa niður einhverju liði Ég er alltaf með skrifa fyrir hvern einasta gest. Já, ok. Já. Maður gerir alltaf, en svo nota maður ekkert alltaf allar og stundum þetta er bara svona af því að maður spyr svo oft líka út frá einhverju sem er verið að segja líka, sko. Það er tricky, sko. Það er svolítið tricky, sko. Já, maður þarf að hlusta og svo bara follow up með spurningu, sko. Mér finnst það mikið, sko. Það er mjög margir sem bara spyrja og svo bara er ekkert að viðtaka þess að segja, skilju. Fara bara í næstu spurningu. Og svo nema að sé stundum er eitthvað sem maður vill ógeðslega mikið vita og þá spyr maður alveg. Er eitthvað frægur eitthvað að koma og ferðu á Wikipedia og tjekkar aðeins á honum og spyrja aðeins út í þetta. Það er alveg heimavinna sem maður þarf að gera, sko. Við nefnilega ferum okkur úr því að vera bara súper mikið að skrifa niður yfir ég bara svona rétt svo renni yfir allt og svo bara svona leifir svo að flæða, skilju, og kannski að mitt hafa í huga spurningar sem við vill spyrja. Það er alveg gott að gera research, sko. Ég hugsa að við myndum alveg easy bjarga okkur á þess að skrifa við getum talað við bara 3 tíma, sko. Þetta er bara eitthvað venja sem við höfum alltaf gert. Við erum ADHD þáttur, fyrir við í einu í annað, við veitum stundum ekkert hvað við erum að tala um, sko. Við erum það er ekki bara öll podcast í dag. Þannig séð, sko. En við erum samt alltaf með eitthvað struktúr, sko. Við erum alltaf með eitthvað liði, sérstaklega við erum 2. Hvort séu að förum yfir einhver telegram eða einhverja kleppafrétt eða topp 5 liði eða og það hefur komið alveg okkur óvart undanfærið hvað þættinni með okkur 2 er að þeir eru bara vinsælari en þeir eru oft orðnir vinsælli en það eru bara byggja fanbase. Það er eitthvað sem, sko, mér langaði frá upphafi, sko. Ég vil ekki vera fastur í einhverju viðmælendum eða eitthvað svona þó það sem mjög gott, sko, en þá er það, sko, ég hef persónulega séð, þá hef ég ekkert eitthvað ógeðslega gaman að vera að fá viðmælendur, ekki nema að sé bara sem ég hef mjög mikið áhuga á, eins og fengum Björn Berg fjármálaráðgjafa, ég hef mikið áhuga á því og fá að vita eitthvað og læra eitthvað, en mér finnst skemmtilegast bara heiluleg spjall við hann og fara yfir hlutina. Það er ógeðslega gaman. Svo fengum við líka þannig álhattinn með styrlaður, sko. Það var rosalegt, sko. Það er svona conspiracy gaur, sko. Já, við þurfum að fá hann. Ég var einmitt að pæla í honum, sko. Það er geggjaður gaur, sko. Já, ég myndi fá hann, sko. Fullt sem hann hefur verið að segja hefur reynst bara rétt, sko. Hann var að kalla út af Epstein-gaurinn bara áður en að hann var dæmdur og eitthvað svona, sko. Þannig að það er drullu. Hann náttúrulega með pokað sjálfur, náttúrulega, álhatturinn, geðveitt, sko. Ég hef hlustað á einhverju 2 þetta það er ógeðslega áhvert, sko. Þetta eru góðu þættir, sko. Mælum mikið með að sjáta á það, sko. Ég eftir að tjekka þeim. Það eru góður, ekki spurning, tjekka þeim. Ég tjekka alltaf tímarit.is og hérna hvað er það? Tímarit? Tímarit.is. Þá getur það farið yfir alla fréttir bara. Fann ekki mikið um ykkur. Í alvöru? Já, alltaf. Ég fundi stöff um fólk. Já. En skrifaðu þá bara göndustrókur, eða? Nei, bara nafnið ykkar. Já, nafnið. Bjarki, pappið þinn hann átti ekkert eitthvað tölvufyrirtæki. Nei, það er það ekki allt annað. Hann er mjög, sko, common name.
Þú með mjög svona, það var bara 6 fæslur frá þér, sko. Já. Og þar sagði ég með götustráka, varstu þú ykkur hestum með það? Nei. Það var ykkur alltaf. Nei, ég hef alveg sloppið við það, sko. Þetta vandamáli með tímarið, sko. Já, ég veit ekki hvað það sé rétt, sko. Nei, bara tjekka. Já, bara tjekka. Þú ert eitthvað í hestunum. En þið settu opið bréf í, mann ekki eitthvað blað, til hennar karlmennskunnar. Ég las það, það var heldur skemmtilega að lesa það. Það ekki? Mér er svo skemmtilegt með þetta mál, sko, en að Þorsteinn Vaffi, mann ekki hvað hann heitir. Þetta er svo áhugaverður gæi og þetta nýjasta, það sem er eitt út, það er eiginlega eina sem ég er að plæjað á Twitter. Ég sendi bara what the fuck, skrifaði ég bara. Ég var bara what the fuck, sko. Já, hann er með Snorra. Á kosninganóttinni, ég var bara að skrolla Twitter og svo bara kemur þetta, maður bara, þetta er rosalega skrítið hvernig þú ferði yfir í að vilja bjarga ungum drengjum. Þú veist, frá því að megi gráta og megi tala tilfinninguna sínar yfir í að vera bara einhver svona gremjubolti sem vill fá pening frá einhverju ríku fólki svo hann geti farið með einhverja fyrirlestra einhver, sko. Það er líka vel bara specific, bara Snorri var bara gæðin í fréttinum og svo bara, hann bara, herru, skýrstu þetta, hendum hérna bara 19. stuðl, þetta hættast. Já, 19. stuðl hérna, það er bara ný völva mætt, sko. Þetta er bara af því að Snorri er ekki lengur sammála hans skoðunum. Þá er hann bara einhver vondi kall sem á ekki skilja að vera í sambandi. Má ekki vera ósammála í dag. Það er bara málið, það má vera ósammála en það er svona fólk úti sem er ekki hrifið að því. Það má auðvitað hafa bara hvaða skoðun sem þú vilt, sko, en ekki í þeirra heimi samt, sko. Ég meina, ég og Tóta mín, við erum ósammála eiginlega bara flest, sko, þannig séð, sko. Það sé þannig öll sambandi, þá ertu aldrei sammála allt, sko. Það er mjög mikið þannig líka hjá mér og konum, sko. Það er alltaf læg, sko. Það er bara skemmtilega, sko. Það er bara svona, það er maður smá svona debata og eitthvað. Já, það er nefnilega svolítið þannig og svo samt bara virkar þetta ógeðslega vel saman. Pæli hvað er leiðilegt að vera sambanda með sjálfum sér bara. Eða bara sem nákvæmum skoðanir bara. Og líka sko að því að kona mín er oft mjög ósammála mér, þá hef ég stundum svona stoppað og hugsað svona, já, hún hefur kannski rétt fyrir sig með þetta og þá er ég alveg að þroskast sem manneskja því að ég er svona að sjá aðra hliðar á málunum, sko, og því að eins og ég og Bjarki erum yfirleitt mjög sammála mikið. En það hefur líka komið upp að við erum ekki sammála eitthvað og þá erum við svona að þræta það og allt svona hjálpa manni að sjá að maður hefur ekkert alltaf rétt fyrir sér heldur, sko. Það er bara ótrúlegt að taka tíma í að skrifa eitthvað á Twitter. Ég nenni því ekki, sko. Sérstaklega þú ert að reyna svona að svona úthúða einhverju persónu. Já. Þú veist bara svona. Já, svona bara, þú veist bara skjóta skoti bara á einhverju. Já. En ég, eins og þú ert að tala íþróttir eða segja eitthvað fyndið eða eitthvað, þá bara held ég með öllum sem að er að gera. Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er bara síða fyrir content, sko. Já. Fattar þú? Ég fer ekki inn á X en maður getur ekki farið inn á X í dag eins og enda á að fróa sér, sko. Þetta er enda eitthvað vel grátt forrið. Svo stendur alltaf undir community, this is eitthvað, þetta fer á móti okkar reglum. Samt er þetta bara what the fuck. Sér maður einhverja mynda, einhverju gaur bara I hate boob pics, don't send. Svo er bara boob pics. Þetta er bara svona alveg. Þetta er svo, maður verður alltaf í það og skoða. Maður er alltaf að tjekka, er þetta eitthvað gott? Ég var alltaf að nota það til að fá svona tips og eitthvað að gera eitthvað. Svo bara enda maður einmitt í einhverju bara bardagasitti eða bara einhverju klámdóti. Bara skjóta einhvern í hausinn. Það er bara brútal shit hann inni, sko. Elon Musk keypti þetta og hann er harður maður tjáningafrelsins. Þannig að hann bara opna allt. Þannig að hann getur ekki núna að fara að banna eitthvað þegar hann er að segja það. Nei, svo banna hann eitthvað með stríðið, það ekki. Hann bara köttaði eitthvað af þegar var að tala um eitthvað Ísrael eitthvað. Þá fór hann svolítið gegn þessu. Þá var allt alveg, má ekki tala um allt alltaf að það er eitthvað stríð þá er allir. Hvernig nefndi hann að kaupa þetta fyrir? Ég bara, með hvað vesen þetta var eitthvað algjört bara. Það er bara gaur, þegar þú ert svona ríkur þá bara. Var ekki bara þegar hann sagði þetta? Já, hann sagði eitthvað bara, ég ætla að kaupa það og svo var hann eitthvað, myndir aldrei gera þetta var svona. Þau líka kærða hana þegar hann beið það til að lækka og þurfti hann ekki að borga. Hann var eftir að selja Tesla-stokkan til að. Það var ekki, svo var Haraldur, hann blandaðist inn í þetta. Tjóðilega það gaman að lesa þetta. Rosalegt. Það var litla drama. Það var geðveikt. Hvernig var það ekki árlega? Haraldur Rústan var mér eiginlega. Bara eitthvað, ég verður að vera á klóstunni því að ég er í hjólastól en þú verður að vera á klóstunni því að þú er hrættur einhver drepi. Bara skilur, shit, sko. Það er galið, sko. Já, ég kynnti mér það ekkert eitthvað allt og mikið. Ég las þetta allt, sko. En ég man, þú veist, þetta var eitthvað.
Leta hann ekki Halla fara, rakan eða eitthvað? Hann byrjaði bara að tala illum hann. Hann var að segja að Halli hefur ekki gert neitt fyrir forritið sér. Hann byrjaði að segja að hann væri bara latur og væri bara launum að því bara. Svo endaði þetta bara að ég lögum þessu bara, sorry, eða bara ég er rámt fyrir mér. Hann sagði bara, ég var að kynna mér þetta betur og bara eitthvað. En samt virðing að sjá af sér og byggja stafsökunar. Þetta voru lögfræðingar sem sjáum mjög PR sko. Ég held að lögfræðingar voru bara, jó, gamli, bara ekki. Það getur alveg verið. Það var enginn að sæta með honum eiginlega sko. Þú getur ekki gæna með eitthvað sjúkdóm og þú getur ekki það er ekki hægt að vinna þetta sko. Lætur út í fyrir því. Það grínast það. Halli náttúrulega bara promotaði fucking Já, hann kom svo bara, ég er opnað þetta veitingastað og það vekk bara 40 miljón Það reyndar leiðilegt hann lokaði núna daginn sko. Veitingabransin er við í dag. Það er svolítið Held ég. Ég myndi aldrei ánum veitingahús maður. Ekki. Maður hefur heyrt marga sem hafa farið í þann bransa að það er ekki fyrir hvert sem er sko. Þetta er bara eitthvað mesta hark í heimi sko. Já. Þú veist, af því að ef þú hækkar verðið þá er komið inn á grúppu bara matatips bara, þessi lúser hækkaði matinn 150 krónur, hvernig dettur um þetta í hug? Þú ert kannski að opna eitthvað lítið fyrirtæki og þú ert tekinn bara úthúðaður í einhverju 50.000 manna grúppu sko. Já, svo náttúrulega allt annað að hækka á móti og það er kannski að hækka og við þekkjum Við erum að tala um excellent Facebook er alveg bara brútal sko, shit, sko, svona grúppur Grúppun og Facebook, það er mesta einelti Það er bara einelti sko, það er bara, þú veist Það er samfélagsmiðlar að mikið gott sem kom með þeim og svo er líka fullt af slæmu Hverfisgrúppunar er alltaf bestar Hver ána helvítis hund ég það sem er ekki alltaf Mér skeggja þess að bara Selfoss er bara með grúppu Mér finnst það bara skemmtilegt Það var svakalegt ram í henni Shit, hann verðist fyndið Það bara gæðin sem stofnaði hann hætti bara Hann sagði bara Ég er bara hættur Það bara ég nenni sig ekki Það bara I created this mess Það var alltaf fólk að rífa Svo fóruð við bara í gæðin sem stofnaði Hei, bara hvað ætlar að gera? Og bara kikkunum út Hann bara eitthvað Ég bara stofnaði grúppuna Ég kom í það Við erum allir á Selfossi allir líklegir Feskir og svo stofnaði aðra Facebook-grúppu Það sem allt mátti vera inni Já, gaur, þetta er svo og ég náttúrulega fór inn í hana líka bara til að sjá hvað þeir voru að gera Mér langar bara að sjá þetta, þetta er svo fyndið sko Þetta er bara svona andleg veikindi mæta saman Já, sko þetta er bara chaos sko alveg sko Fólk er stofnum fyrirtæki og það má ekki auglýsa, þú veist, hvað er að gera henni inni Þetta er mjög grilla sko Já, ef þú hefur tíma í þetta að vera að þræta við fólk bara 16 tíma á dag Það átti ekki líf sko þá ertu ekki að gera neitt sko Þá ertu bara með 16 kett inni eða ertu ekki að gera neitt Já, þú þarft alveg að skoða þín mál, þú veist, hvað er ég að gera við líf mitt sko Þú veist, er ég að fara eitthvað áfram eða, þú veist eða er ég bara fastur í sama hjólfarinu að rífast við konna sem er á þriðju hæðinni bara, þú veist, það er glatt að dæmi sko Já, Facebook sko En þú voru að tala með hann í FH, þú treytaði sterum í kókain Og lallar aftur inn Nei, mér langar svo, það er einn spurning, ég get ekki hægt að hugsa Já, það er 10 spurningar Mér langar að vita með það stera sko Já Varst alltaf bara með stera, þú veist hvað Já, ég var að selja stera sko Selja stera? Já Hvar fekkstu sterana þá? Ég get náttúrulega ekki sagt Nei, en þú veist, maður fara ekkert út í bú Gaur, kom og segja það var einn aðili sem ég þekkti sem að hann átti fullt af styrum Hann var supplierinn Já, ég fekk hjá honum og byrjaði að selja þetta sjálfur og svo byrjaði ég aftur að móka í mig og þá er styrar svona ákveðin gjaldmiðl bara í undirheimum eða svona, þú veist maður Varstu búinn að segja og varst á styrum eða? Já, ég var alltaf ofta á styrum líka Já, maður hefði búist við því, þú veist, að selja Það var smá skrítið að köpa styrum að eitthvað ókslega mjóum gæði Þetta getur að virka Það var þetta að virka, sko, þetta er geðið Ég væri bara ekki, já, þetta er bara geðið Ég datt alveg í svona geðróf, sko, það sem ég borðaði bara kjúkling, fisk og hakk, engar sósur og bara grentist 30 kíló og bara var orðinn ekkert eðlilega massaður og stór, sko en aldrei liði af nýtla á ævinni sko. Það er svoleiðis? Já Ég held að bara þetta fokkar í hormóna Já, þú veist, sérstaklega fyrst þegar ég byrjaði á þessu ég vissi ekki hvað ég þurfti að gera þegar ég hætti maður þurfti þá að fara á svona post-cycle therapy þar sem að maður tekur þar sem að maður tekur eitthvað svona töflur Nolvadex og eitthvað eftir á til að koma hormónum aftur í lag þá upplifaði ég eitthvað mesta svartmætti sem að ég hafði upplifað bara, þú veist ég var svo þunglindur að það var ekki eðlilegt sko. Ég meikaði allar fór út úr húsi og bara Þau hættir á styrum? Já, þú veist og af því að maður á að taka einhver svona dótið í staðinn sko. Veist, ég gerði það ekki, ég vissi ekki betur fyrst þegar ég byrjaði Cold turkey bro Já, þannig að ef einhverju ungi drengir að pæli að fara og stera því að það er svo góð hugmynd þá myndi ég hugsa þið tvisvarum sko, Ég hef bara heilt svo margar hillingsögur þetta þetta virkilega fór illa með mig og lífið mitt oft bara sko. Ég veit ekki meina góða sterasögur sko.
Nei, ándjús, þetta alltaf bara, ég byrjaði að segja, það var ógeðslega jacked og svo bara ef líf mitt verið í rúst síðan, bara þú veist alveg bara landið í konuna. Já, bara eitthvað svona. Já, andlega heilsa fer alveg í fokk, sko. Já, það er Ívar, talaði um það, Ívar hérna, veitu hvað Já, Steikallinn. Steikallinn mér? Hann var svo hreinskilinn, hann segir bara, ekki træddur og allir bara, að ná TikTok, allir brjálæðir bara, hann sagði bara eins og var, hann var bara hvað, 20 eitthvað, mjög ungur, bara byrjaði bara búm á styrum, bara leið, 3 mánuði í rættinni eða eitthvað skilur við. Og svo hann einmitt, hann sagði, hann hætti á styrunum, þá bara fór hann að gráta hann horfa bíómyndir og bara... Þetta hefur alveg fullt af neikvæðum áhrifum, sko. Sumir tala eins og, byrja bara á styrum og þá ertu bara kallir maður, þyngist 20 kíló og kettlingarnir eru til í þig maður. En þú veist, þetta... Það er ekki raunin. Nei, það er ekki raunin, sko. Það er kannski svona... Þú veist, það gerist kannski eitthvað gott fyrst. Þú veist, að þú byrjar að bæta við vöðum og þú veist, það getur vel verið að hitt kynið byrja að taka meira eftir þér og svona. En svo ertu bara orðin það lítill í þér kannski og þú bara meikar ekki að tala við fólk og þú veist, þá ertu ekki að fara að ná okkur góðum stefnumótum, sko. Þú veist, þú ert bara lítill í þér til að geta haldið upp í samræðum, sko. Og þetta er svona reiður, eða? Ég var ekki... Það kom fyrir, en ég var ekki þessi gaur sem var eitthvað snapp í umferðin eitthvað en velta bílnir sinum í umferðinu en það kom oft fyrir eitthvað, þú veist, mamma var að vekja með eitthvað þá var ég bara eitthvað, hvað látið mig fokki vera maður og það er svona, maður verður vel boring gaur, sko þannig maður verður mjög leiðilegur á þessu, sko Ég líka bara, heyrti þetta fokkar upp bara testastörnum eða bara, þú veist, bara Já, ég meina, þú veist, margir sem að hafa misnótt að stera, þeir þurfa að fara á svona test replacement therapy það sem eftir er, sko, þannig að þú getur fokkað upp hormónastarfseminni. Já, það er ekki gott, sko. Er þetta dýrt sport eða? Ekki með að við, þú veist, kókain eða þannig. Nei. Ekki 80 mánuð eitthvað? Ég veist, ef þú ert kannski að nota eitthvað rosalega skammta en ef þú færið bara eitthvað svona smá basic þú veist, ef þú ert bara að segjum á testo og deka, það er kannski það er svona algeng blanda. Ég elska þegar maður fer að þylja upp nöfnin, sko. Já, þú veist, þú getur alveg komist upp með 20 til 25 kall á mánuði. Svo ertu liver king, þá ertu komin í eitthvað... Já, ef þú ert eitthvað svona gaur sem er bara að dæla öllum andskotunum í því, þá er ekkert mál að fara í 100 kall plus, skiljur við. Hann var bara öllu svona tilheld. Já. En ég var hann ekki alltaf að segja svo að þetta var bara út af lifrunum eða þessum var að geta Jú, hann var ekki bara, ég er bara svo sterkur því ég borða bara lifur það var margir sem trúði því ég pældi ekkert mikið í honum ég var bara eitthvað, þetta er eitthvað hann borðaði eitthvað svona lifratöflur hann var bara lifur bara alvöru lifur þess að vinur mér keypti lifratöflur fyrir mig og þú keypt lifratöflur núna bara í fyrsta var þessi gaur ekki bara dæl í sig öllu sem hægt er 100% gaur, hann leit út bara eins og bara, þú veist, naut já, hann var rosalur, eða er rosalur bara er hann ekki dauður eða? Nei Nú, ok, ég held ég er það aðeins þar maður var ekkert í sjokki allavega hann er lifandi en hvað heldur margir sem sterum á Íslandi? Ég held að séu miklu fleiri en maður skur unnur, sko ég held að mjög margir sem að byrja alltaf ungir á þessu líka af því að stundum er selt fólk geta fyrir að vera eitthvað geggjað og engar afleiðingar en það eru aukaverkanir með þessu og þú veist, ef þú veist ekkert mikið þetta veist ekki þú þarft að það geta post-cycle therapy þá getur þú bara endað í mjög slæmum málum, sko, þannig að ef þú ætlar að gera þetta býttu þar til þú verður 25 eða eitthvað og verður búin að kynna þér þetta almennilega, þú veist það er ekki cheat code það er bara taka langa veginn, sko og svo oft er ég hætt á þessu, þú veist, þá misti ég bara styrki minn og þú veist ég hef vel náð bara betri árangur þegar ég hef verið bara venjulegur, sko og bara verið með aga, sko bara rútinu og bara Þú hefur aldrei pröfað að stera? Nei, ég er ekki svona veikur Þú veist ekkert ræktina, aldrei fyrir ræktina? Jú, bara hlaupa Hlaupa? Já, ok Róðravélinni Þannig að ég var fyrir lögreglu Segðum frá róðrinu Jú, ég tók hálfmarathon á róðravélinni Vá, svona mitt helsta afrek Það er vel gert, sko Hvað var svo lengi á þessu? Já, 2 tíma og 30 mínútur Vá, shit Ég myndi ekki nefna því Hvað nefndu? Ég veit að þetta var ekki planið því ég mætti, sko Varstu bara hlusta á podcast, það? Nei, ég var að horfa fótbolleik Já, ok, nice Ég var að horfa tóttina á móti einhverjum Hvað var bara Kláraði hann var og þetta bara umfjöllunina byggar og framlegginga? Þetta var Við erum langur leikumæður Ég sé að hendum í spurningarna, það var svo góð spurningar Þú má spyrja þér Svo meikja ykkur stafsningadóttu Ég er svo lesblindur að ég Ertu lesblindur? Sko,
ég segi þessi lesblindur, kannski bara kann ég ekki lesa. Það er ekki alltaf leið, sko. Nei, ég er bara hann svo oft skemmt eitthvað sem er svo rugglað vittlist skrifa. Nei, sko, ég held að þetta sé bara, ég er bara að lesa svo lítið, mikið í hljóði. Já, bara að lesa yfir þig. Nei, þú veist, þegar ég er að lesa fyrir mig, þá skipa ég að það eitthvað svona, heilum er bara registerar orðin, skilju. Og svo þegar ég bara lesa upp, þá er svona, hann er bara svona. Þá ertu bara lesblindur. Já, ég veit ekki. Þetta er ekki flókið, sko. Ég held ég sé ekki lesblindur, sko. Hvað ertu þá? Ok, ég er okkur lesblindur, sko. Leslatur, eins og það kallað. Ég er okkur leslatur, sko. Þú kannt að lesa? Ég kann alveg að lesa. Örgu lesari, maður. Hættu að segja ég kann ekki lesa, ég kann alveg lesa. Minnst það fína spurningar, sko. Uppáhaldsgestur og erfiðasti gestur. Já, bæði þetta er frá hlustendum. Uppáhaldsgestur, það er svona, fer svolítið eftir subjectum stundum, sko. Það er svo eitthvað conspiracy dæmi, það komur alveg óvart, sko. Ég hef bara drullu gaman að því, sko. Þannig að... Já, ég man alltaf svona 2 gesti aftur í tíman, sko. Já. En ég meina, Aron Einar, að fá einhver svona gaur sem að hefur spilað fyrir íslenska landslið og maður bara leiti upp til á sínum tíma, bara leiti þjóðina áfram Já, ég verði að vera sammála með Aron Einar maður er bara svona gaur sem lítur líka upp til og þetta er bara svona fyrirlið landslið sem fór í gegnum alla tímana Það var það á EM-tímanum með það Sko stutt Já, ekki það lungu eftir það sko En bara fuck maður, þegar Ísland bara vann England þar það var bara, maður bara Ég har alltaf í Dr. Fútbola og farið yfir EM-söguna og þá kemur Gummi Ben hérna farið inn á tegn Ég fæ bara náttúrulega Já, maður verður bara, þegar maður bara horfði á þetta maður var bara Shit, það voru allir líka að horfa á þetta Það var bara allir bara, þetta er að gerast Ég held að það hafi verið bara hver einasti maður var fyrir fram að sjónvarpið þegar þetta var í gangi sko. Ég held ég var bara svona uppið það Ég held ég var bara, þú veist, bara alveg uppið það Og fótbolti hefur einhvern veginn dreigið allavega mína fjölskyldu oft saman og þú veist, ég hef hort á fullt af fótboltaleikjum með pappa mínum Þú veist, það er bara ógeðslega góða minningar í kringum fótbolta Já, sama með sko, svona eina sem ég og pappa eigum saman, það er bara boltinn sko Bondað Sko erfiðasti þátturinn Ég veit þú alveg sammála Það er barnapara þátturinn Ég var eiginlega bara andlega búinn eftir hann Já, erfiðasti þátturinn barnapara exposed Þú veist, mér har alltaf fundist barnaníðingar vera bara ógeðslegasta fólk sem til sko. Já, 100% Ég bara skil ekki hvernig Þetta er náttúrulega eitthvað geðviki að sjálfsögðu En ég bara mun aldrei geta skilið þetta Nú mann ekki, þið tóku bara yfirtal Eða var það eitthvað sem var exposed Við vorum að fara yfir skilaboðin Og svo fórum við að ringja í barnaníðinga í beinni Af Snapchat Og hann misti vinnuna eitt gæðin sko Já, það er bara gott Já, það er bara mjög gott Og svo vorum við með einn gaur sem að spurði okkur eitthvað líður okkur eitthvað illa að misti vinnuna Gæti ekki verið meira drítið saman sko Bara flott að hann hefði mist lífið sko Já, þessuna sko Ég var bara, finnst bara barnaníðingar mesta úrrak jarðarinnar Ef þú snerti barn þá ertu bara úrrak Ég hef alltaf verið svona sko, mér hef alltaf fundist þetta og ég man þegar ég sá Sönnísleins sakamál þáttinu Stengri Njálsson þá var ég bara, hvernig er hægt að vera svona mikil viðbjóður og vesalíkur sko Þetta er ógíslegt Þannig að það er klálega erfiðasti þáttur og ég man ég þurfti að leggja mig eftir þetta þátt sko Þessi gæja hann er ekki lengur Nei, hann vildi fá samstarf með lögreglu og kallaði eftir því í þáttinu með okkur en lögreglan var ekki til að vinna með honum Af hverju? Þetta er bara mjög svona Þetta er grátt svæði en þú veist, ég man ekki, hann var ekki að gera þetta í langa tíma expósaði eitthvað, 10 góra Þetta var á TikTok ekki? Þetta var á TikTok sko, ég veit ekki hvort þetta sé ennþá Við rétt náðum bara í rassan á hann sko. Já, eiginlega, hann hefur ekki Sendu hann bara á TikTok eða? Við sendum á hann á Instagram Já, hann líka með Instagram Hann var með sko Ég held að það sé bara með eða söllu sko En ég man eftir þessu hann síndi okkur Snapchat, þú veist, það voru okkur 200 gaurar að reyna aðgangnum og svo er einhver kærustu par að tala einhverja þykjast tala einhverja hvað 11 ára stelpu eða eitthvað bjóðun í þrísom og þetta er svona fucking viðbjóð það er nóga viðbjóðið að núti það er bara ekki spurning sko. Ég mæli þú veist bara með eins og þú veist þegar foreldri að fylgjast með þú veist hvað síminu á barninu er að gera sko. Bara allt svona Ég sagði 11 ára Snapchat, hvernig það make það sens bara? Mér finnst það bara ekki make sens, það bara má ekki Það er bara bannað sko Átti ekki að vera Snapchat 11 ára Þannig gæinn, hann gerði Snapchat En hvernig leta hann fólk adda sér? Ég skil það ekki Hann var með aðgang og engamál Já, það er eitthvað svona Ég skil ég, alltaf var hann þykjast vera krakki á engamál Já, hann segði bara ég er 14 ára stelpa Já, hvað trúið því bara?
heimst fólk. Barnaneyðingar. Hvernig myndi krakki? Bara nýðingar sem hafa ekki stjórn á þessum kvötum. Þeir bara... Þetta er ekki bara svo ráðmann. Er eitthvað barn á engamál? Ég meina það meikar ekki sens. Það eru pottet verið eitthvað. Já, pottet. Einu sem þú ætti að segja er bara ég er 18 ára. Já, en ég veit ekkert hvort það hefur verið 14 ára eða 16 ára, sko. Svo var hann pottet með hakað í QuickAd. Það er náttúrulega á Snapchat, þá getur bara séð. Já. Ég hugsa það. Já, það er... En ég meina, Chris Hansen, það var alveg í Bandaríkjunum, og akkur mátti það ekki úr Íslandi? Hvað? Já. Please take a seat, eða eitthvað svona. Hálf segja að fá þið sæti. Já. Catching a Predator. Já. Svo, ég var alltaf að horfa á það, en svo Chris Hansen, hann var cancelled minnum mig. Já, hann var ekki einhver nýðingu síðan. Já, ég held, hann gerði eitthvað. Ég held að það er eitthvað djurs nýðingu. Það var eitthvað vesen á hann. Sjálfur bara. Það er endur ótrúlegt. Ég myndi að hann er þessu tekin, það var nýr host og hann bara, Og svo hérna... Hvað heitir hann aftur? Chris Hansen. Af því við vorum að tala hérna samsæriskenningagurinn á hann. Bara eins og P. Diddy málið allt. Já. Það er rosalegt mál líka. 50 Cent er að fara að gera eitthvað myndir í Do It. Það verður rosalegt að fylgjast með því. Og þessar sögur sem hann var að tala um, sko, hann ávist að hafa bara misnóta fullt af fólki í tónlistabransanum og bara komið illa fram við ógeðslega mikið af liði, sko. Já. Og Justin Bieber er held ég eitthvað inn í því mixi, sko. Hann var eitthvað vídeo með hann hrættur allan eitthvað smá, það var eitthvað mikið. Beyoncé hætt bara, hún er ekki neinu. Og ég held að Usher sé líka eitthvað inn í þessu. Fullt af eitthvað lið. Svo var sagði hann að LeBron James var eitthvað að segja ykkur viðtölum. There is no party like Diddy party. Sem er alveg mjög shit í dæmi, sko. Þannig að, þú veist, ég mæli með því að fá hann eitthvað og kafa honni þetta P. Diddy mál, sko. Það er magna. Þetta er svo... Við erum svo fucked up heimi. Það er alltaf sagt eitthvað, alltaf frækt Hollywood, það er alltaf bara eitthvað barnaperrar. Akkur mjög skrítið. Já, fannstu eitthvað Chris Hansen? Nei, fann reyndir ekki, sko. Við finnum þetta. Ég sá, kannski var þetta bara eitthvað bull. Já, getur verið, sko. Ég sá allavega, sko, Catch a Predator var cancelað út af þeir voru börst eitthvað gaur og hann draf sig í beinni eða eitthvað. Já, þetta var eitthvað svona. Ég heyrði það með, þetta var eitthvað brutal shit, sko. Fair. Þetta var fyrsta spurning. Ef þú þyrftir að taka í gamla takta og fara að sleikja parket niður í bæ, hvað 3 vímuefni veljiði? Það er ekki spurning á það verið? Nei, reyndar ekki. Það er eitthvað meistari með góð spurning. Sko, vímuefni, það er ekki áfengin í því eða? Ég myndi alveg flokka þessu vímuefni, sko. Já, það er þannig sé vímuefni. Ég myndi taka allavega kókain, jafnvel eitthvað róandi. Kókain róandi. Þetta er alveg erfitt. Ég tek kókain, MDMA og amfetamin. Já. Ég tek kókain, MDMA og cannabis. Þetta er ekki sikker, sko. Já. Hann hatar cannabis, sko. Af hverju? Það er mest að viðbjör. Af hverju? Hvað er bara svona? Lyktin og... Það er bara, þú ert í einhverju mosagræðinu úlpu og með einhvern sixpensara og lyktaðir. Finnst þetta bara svona lame? Sko, já, ég veit 3 var reykt og fekk alltaf hvítuna. Það geti verið eitthvað svona gremju tilfinningar hjá mér, sko. En cannabis eigur oft vímu af öðrum efnum, sko. Þú verður meira poppaður, er alltaf kallað að vera poppaður þegar maður fær sér MDMA og þegar maður verður meira poppaður og reykir cannabis, sko. Já, ég hef alltaf verið bara svona cannabis er svona the lowest hjá mér, sko. En svo var ég líka bara gaur sem var að móka kókain í mig og bara mig í flöskunni í herbyggi, sko. En ég hef ekki dækt einni neitt, sko. Svo er eitt líka, sko. Sumir segja að cannabis sé svo að það er ekkert skaðilegt eða gerir ekki. Ég var dagreykingamaður þegar ég var 17 ára. Ég tók ekki bílpróf bara fyrir en ég var 19 ára, sko. Þú veist, það gerðist ekkert hjá mér. Já, þetta var allt bara stopp. Ég var bara að latast í gaur í heimi, sko. Þannig að, þú veist, cannabis er ekkert saklaust finnst mér, sko. En hvað finnst ykkur, þú veist, eins og áfengi bara, þú veist, frýtt fyrir alla, ekki frýtt fyrir alla, en þú veist bara, þú veist, það geta allir bara að fara í vínbúðina og bara... Ég get sagt ykkur það allavega að ég notaði minn skerma fíknefnum en ég var rugglaðastur á áfengi. Já, það segir þetta allir. Allir segja að þetta sé bara hættulegast að sitja. Bubbi segir það. Flest skiptið þegar maður endaði í fangakljáðar, eitthvað slagsmúlinn í bæ, það var alltaf áfengi. Kókain bara áfengi fokka mann upp, sko. Kókain og amfetamin, það bara róaði mig niður og maður bara slagur og... Hvernig ertu á kóki? Ég hef aldrei að maður ekki eitthvað svona the king of the world eitthvað. Fyrst allavega, sko. Fyrst, svo er það svona maður bara farin að líða eins og maður sé bara rotta með tímanum, sko. Það er svoleiðis. Já, þú veist, maður á enga peninga, þú veist, maður er fastur bara á sama staðnum í nokkur ár. Þú veist, en fyrst á líður mann alveg eins og maður sé ykkur aðalegu spaði, sko. Þannig að þetta er fljótt að breyta sveinsins. Hvað er þetta að vera marga millur ykkur neysla?
Það er helviti mikið sko. Það bara einbýlishús bara á Arnarnesi. Það bara svoleiðis? Já, þú veist, ef maður telur öll efni alveg frá byrjun, allt saman, þá er þetta margar miljónir. Þetta er 20 miljónar. Vá. Og mesta skuldin sem varst í? Í einu bara, akkurat bara. Það er svona 10 miljónir. 10 miljónir? Damn. Það er eitthvað svipað á mér sko. Það er bara fokkin eftir bens. Sko það er eitthvað svipað á mér. Það var bara eftir nokkra mánuða, fattur við, kannski 1 ár eða eitthvað sko. Ég notaði fyrst 14 ára og ég hætti 31 ár sko. Hvað ætlaði að segja Aron? Varstu líka í 10? Hvað sér ég? Já, ég fór alveg, en þú veist, það er líka með Netgyro og Já, sama hér sko. Já. Og hérna, svo var ég yfirdráttur og maður misti bílprófið og svo fekk ég húsleit heim til mín og það var líka nokkra miljónir sko. Þannig að það er ýmislegt sem fylgir þessu. Þetta er bara viðbjóður sko. Ángrís. Fyrir mér hljómar þetta svo, þegar maður fyrir neyslu, það var bara svo einfalt að eignast peninga. Nei, af því að það hljómar bara að þið reddir 10 milljónum bara, þú veist. Þetta er sko, þetta er náttúrulega bara langt ferli sem þú þarf að borga sem baka. Ég fór í gegnum sko 1 ár þar sem ég átti alltaf efnaði að kaupa mér í vörina sko. Þannig að maður lærir að spara og bara. Þetta er svo mér sko, ég var á Það væri ekkert að spara og þetta borga. Nei, ég er að djóka, ég er bara að segja svona. Ég var á áfangaheimil eftir meðferð. Mamma, hún eldaði bara mat á Akranesi og ég tók hann bara og ég frist hann síðan sko. Bara í ár, ég eitt ekki krónu, ég þurfti bara að borga tilbaka. Það er alveg svona tímabil sem taka síðan við sko. Hvað er það lengi að borga 10 millur, skiljur þú? Já, ég er náttúrulega endurfjármagnaði íbúðina og fekk einhverja 5 milljónir þar og þannig ég var bara 1 ár og var skuldlaus eftir það sko. Ég var að Þetta er bara að þú myndir selja þetta svitið. Já, reyndar. Þú myndir alveg fá marga miljónir fyrir það. Sko, ég byrjaði að vera edrú fyrst fyrir hátt í 5 árum og er búinn að vera meira og minna edrú síðan þá. Ég datti það í 10 daga, en fyrir utan það þá er ég búinn að vera edrú bara meira og minna í 5 ár. Og komið með 2,5 ár núna og ég var að klára núna þessa löggusekt og ég er nýkomin af vanskilaskrá fyrir nokkrum mánuðum þannig að þetta tekur tíma og þetta tekur langa tíma að byggja lífsitt upp og maður getur ekkert verið að bera sig saman við einhverja jafnaldra sem maður gerði aldrei feilspor sko. Þetta verður líka bara svona tíma að rústa í áttur sko. Já, af því maður það bara hugsa bara, já ég er alkoholisti og fór út af brautinni hérna, ég þarf bara að gefa mér tíma til að komast á sama stað og aðrir sko. Ég er að pæla þú segir að maður getur farið svona áttur í þetta eða svona hvað myndi valda relapse ykkur eða það er ekki inn í myndin eins og akkurat núna. Nei, en þú veist, þú sagði að þú varst edrú eitthvað og svo tókst 10 daga. Já, sko, þá var ég aldrei almennilega inn í þessu prógrami sem maður er í. Þú veist, ég er alveg virkilega mikið í því og mun ekkert hætta því. Ég sé ekki á hverju ég ætti að hætta því af því að Þú veist, er ekkert erfið fyrir ykkur að sjá, þú veist, annar fólk drekka, þú veist, eitthvað svona... Nei, maður vinnum á gistiskíli. Maður er alveg heyrt af svona sögum, þú veist, að fólk geta bara ekki verið með bara stjórna sér, skilur. Já, þá tel ég að þú sérst ekki komin í eitthvað bata, sko, af því að mér finnst þegar maður kemst í hennar bata, þá get ég hort á gaur bara að taka kókaín, ég get hort, þú veist, það er ekkert sniðuð, skilur við, en ég gæti hort á fólk neyta fíkniefna áfengi og það myndi ekki freista mín á nokkurn hátt. Ég hef verið með 30 grömm bara af kókaínu fyrir fram með mig sem annar aðeili átti og ég horfði bara á því, ég sá bara sjúkdóm, sko. Já, bara aldrei. Ég sá ekki bara eitthvað fokk ég geti fokkað mér. Þetta er bara, þetta er sorglegt, sko. Það er bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvernig þetta er. Það er bara eins og Guð taki bara vandamáli frá manni, sko. Það er bara verið frjálsir bara frá áfengi og vímuefnum. Ég trúi því bara Guð er einhvern veginn á bak við það, því að ég hef reynt alla mínar hugmyndir til að hætta þessu, en leið ég tók Guð inn í þetta þá gat ég það, sko. Er það að biðja mikið, eða? Við biðjum á hverjum einasta degi. Heyrðu það hana? Það er bara það er bara að tengja sín daginn. Þetta er að klikka sko sína auðmygt. Mér finnst mjög mikið svona að þú veist ekki lofar Guði en segir þú veist eitthvað svona bæn þá er miklu líklegur að gera það við mér allan. Ég er alveg bara svona fæ alveg bara svona þegar ég vakna þá er ég bara sama gerpið sko. Veist, ég er bara fokkin neikvæður og veist, en þegar ég er búinn að tengja mig við Guð þá er ég bara tilbúinn í daginn. Sagði þið gera þetta mótnana? Mótnana og kvöldin og stundum talaði við hann líka bara í bílnum þegar ég er að keyra. Er það ekki að fara í kirkju eða? Ég hef alveg farið í kirkju en þetta er meira bara ég nefnilega er ekki þar sko, ég fer ekki í kirkju sko. Nei, það er mjög gott að vera í kirkju sko. Við höfum ekkert á móti. Já, þú veist, mér líður mjög þægilega inn í kirkju sko. Já, sama sko. En þú veist, ég er ekkert að fara á hvernig sundegi, skilur bara í messu sko. Nei, en mér veist, ég hef alltaf verið með þeng fyrir kirkjum sko. Því ég horfa á kirkju og reyni að horfa svona vel á hana. Já, ég fæ alveg svona ró sko, þegar ég fer í kirkju. Það er alveg góð væp í kirkjum sko. En sko, eins og þegar ég datt í þarna,
þú veist, þá var ég ekkert að gera prógramið og neitt þannig og leið og ég fekk eina freistingu, þú veist, þá bara gaur sem bauð mér kókaðinn einhvers staðar á amerísku ströndinni og ég bara gat ómögulega sagt nei við því, sko. Ég bara varði að fá mér og ég fekk það mikla fíkn bara, ég gat ekki gert neitt. En núna hef ég verið að fara til útlanda og ég séð fólk vera að reykja cannabis og drekka whatever, þá bara gerist ekki neitt og eini munurinn að ég að gera meira af þessu prógrami og með Guð með mér. Það eina, ég segi ekki neitt annað vera ástæðan á hverju að ég næja komast yfir þetta núna, sko. Og þú veist, margir halda og verður edrú, þá er bara eitthvað soðin ís á rúf og það er aldrei aftur gaman og þú veist eitthvað, en þá einhvern veginn byrja fyrst lífið finnst mér og það er ógeðslega gaman bara að vera partur af þessum hópi, sko. Það er ógeðslega erfitt að vera nýbyrjar að vera edrú og bara svona finna þakklæti í einhverjum litlum hversdagslegum hlutum, sko. Já. En þegar þú ert komin á það, þá bara elskar hversdagslegan og elskar bara, þú veist, elskar bara að gera mistökum með þessu. Þú veist, bara að gera mistök, ég lært bara. Fattar þú? Ég var alltaf skítræddur að gera mistök, ég þorði ekki að segja neinu frá því ef ég gerði mistök, sko. Alltaf bara með svipun á sér og berja sér niður fyrir það. Núna ef maður gerir mistök, fyrirgefðu maður. Ég skeit aðeins á mig þarna, maður. Þú veist, ég læra þessu. Gott að gera mistök, sko. Já, gott að gera mistök nefnilega, sko. Þar myndast einhver þroski, sko. Já. Hvað er svona besta leiðin til að halda fólki frá fíkniefnum? Ef þið eru alveg, þú átt hvað börn ekki? Jú, 2. Þú átt ekki börn, Aron? Nei, ekki. Nei. Hvað er svona besta leiðin nú þegar þessi reynslu, skilju? Já, sko, ég eiginlega veit það ekki að því, sko, maður hefur séð börn bara sem býr í 400 fermetrum fara bara í krakkneyslu og maður hefur séð börn sem enda á götunni enda edrú, sko. Þannig þetta er eitthvað voða hvort séu vinahópar eða hvað, en þú ert bara að fylgjast vel með barninu, sína í kærleik og þú veist, reynir bara að vera góð pabbi, sko. Svo hefur þú kannski ekki stjórn á öllu hlutunum, en þú veist samt hvað mun, ef barnið lendir í einhverjum hremmingum eða eitthvað, þá veist þú leiðina út úr því allavega. Þú getur verið þessi daglega fyrirmynd fyrir hana með því að vera heiðarlegur bara maður í gegnum lífið í staðinn fyrir að vera að hún þurfa að horfa upp á eitthvað gaur sem að fara inn og út úr neyslu eða eitthvað svoleiðis, sko. Sem bara, þú veist, sem þú kallar sem bara pappa þinn, sko. Það er örugglega fucking erfitt, sko. Það er svona mjög skadandi, sko. Ég hef alveg kynnt mér þessi máli eitthvað. Þetta er mjög oft svona einhverju ADHD krakkar sem að dutt út úr skóla eða, þú veist, eða krakkar sem fengu ekki nógu mikla ástæðar og voru yngri og ég held að sé bara, þú veist, maður þarf oft bara að kærleika og eitthvað svona. Bara be there. Já, og svo gerði þetta besta bara. Svo eru sumir sem telja bara að maður fæðist með sjúkdóminn, sko. Og við byrjum að drekka til að slökkva á sjúkdómnum sem að brýst fram í, þú veist, ótta og vanlíðan og svona, sko. Þú veist, það eru svona alls konar kenningar á þessu. En ég held, sko, þegar maður er sjálfur að feta þessa leið og getur leiðbeint barninu sínu hvert það á að fara síðan, þá er maður einhvern veginn með mjög góð verkfæri í höndunum, sko. Sjúkrabílar bara. Sjúkrabílar. Og ég held að sé ekkert, þú veist, ef einhver ætlar í neyslu þá getur maður ekkert stoppað hann, sko. Ef þú ert búinn að taka þessi ákvörðun, ég ætla að fara í neyslu og, þú veist, þá þarf maður eiginlega bara að bíða eftir að krakki maður sé tilbúin til að þiggja aðstoð, sko. Sjúkrabílinn er að ná í mækinn sem varst að droppa. Við erum alltaf hliðin á spítala, þetta er alveg svona stundum koma þyrlur bara shit, maður. En svona mesti ótti mann sem maður horfir út í eitthvað svona framtíðar ótta, það væri að þurfa að horfa á barnið sitt í neyslu. Það er bara, ég er fucking hræddur, sko. Það er örugglega erfiðasta tilfinning í heimi, sko. Þegar maður hefur heyrt foreldra lýsa því hvernig það er að geta ekki sofið á nóttinni. Þú ert bara hjálparlaus. Það getur engin neitt gert nema fíkillinn sjálfur gera eitthvað. Þú veist, þú vaknar kannski á nóttinni, missed call og ert bara, er það lögreglan? Þú veist, er það, þú veist, ef er að fara að segja mér að hann sé dáinn. Og það er örugglega ógeðslegt heljartak svona sem að er á manni, svona sálin á manni, sko. Get ekki ímyndað mér, sko. Nei. Þannig að myndi ég segja að fíknin fari svona eins og oft tala hún breytist í eitthvað annað, þess að fólk vera gymmið alveg svakalegt eða... Já, það er margir sem eins og þú veist, ef þú tekur einhvern sko part, eða bara svona stærsta partinn í þínu lífi, þá verður alltaf einhvað að koma inn og með okkur til dæmis, þá er það, þú veist, þetta prógram, þú verður að láta einhvað jákvætt og einhvað heiðarlegt koma inn í lífið þitt í staðinn fyrir að fara, þú veist,
að fokki kettlingum eða fokkin byrja bara í gymminu 14 sinnum á viku sko. Við verðum að finna einhvern meðalveg þess að við getum fetið til lengri tíma og þess vegna erum við bara með prógrami í lífinu okkar þú veist, ég og Bjarki erum alveg obsessed af prógraminu. Það er svoleiðis? Það er alveg þannig. Það er bara fíknin eða prógrami? Já, þú veist, ég myndi segja það. Já, þetta veitir okkur bara frelsi og hamingju og við tölum bara oft það, þú veist. Þegar til dæmis ég kannski og faður og svona, ég detta svona prógrami og ég byrja bara að vera, þú veist, ég fæ bara smá vanþakklátar hugsanir. Ég bý í of lítilli íbúð. Þú veist, þetta. En í raun á ég vera bara þakkláttur fyrir allt bara að ég sé á lífi, að ég eigi heilbrigð börn, að ég er með sko fallegri konu í heiðarlegu sambandi og þú veist, af hvernig anskotunum mætti ég ekki að vera þakkláttur með að við það að ég var sko 30 gaurið með mömmu og pappa og enginn vildi mig sko. Hvað er prógramið? Prógramið er til dæmis bara að læra að vera þakklátur. Við förum yfir daginn og kvöldin til dæmis og þá þarf maður að svara fyrir hvað er ég þakklátur í dag. Ég var aldrei þakklátur áður fyrir. Þetta hjálpaði mér svona að sjá ég hef fullt af góðum hlutum til að vera þakklátur fyrir. Var þetta að fara í gegnum fortíðina hérna? En þú mætið á eitt stað eða? Já, við mætum alltaf á eitt stað og þar hittist fólk og kemur saman sko. Og ef einhver er svona í hugleiðingum að vilja vera edrú, það er alltaf hægt að senda á okkur ef við viljum vita meir þetta. Já, algjörlega. Sko, heitir þetta eitthvað? Er þetta bara eitthvað dæmi? Sko, þetta eru náttúrulega þannig sé leynisamtök sko. Já, þetta er svona gráu svæði, má ekki segja í ykkur fjölmiðlum. Við skiljum það ekki alltaf, en þú veist, við verðum samt að fylgja reglunni bara. Og við getum sagt þér eftir á, en maður verður að fylgja, það er ákveðna reglur maður verður að fara eftir þeim svo þetta gangi upp þetta batteri sko. Ég skil. En þú veist, strákar sem að vilja hætta og eru tilbúnir, þeir geta leita til okkar og ef það eru kvenmenn þá getum við vísað stelpum á stelpu sem geta hjálpað þeim af því að það er alltaf strákar hjálpa strákum og stelpur hjálpa stelpum. Akkur er alltaf þessi? Er það bara út af það segir sjálft til Já, þú meina, það fer þetta eitthvað vesen kallmenn hafa verið, þú veist, nýta sér aðstæður og einhverjum stelpum sem er náttúrulega bara ógeðslegt, skiljum bara eins og ég lof mér að falla? Nei, það var aðeins öðruvísi. Það var kannski aðeins meira Þau voru saman á heimili Ég get það síðan sem mynd sko. Hefur ekki það síðan? Hún er geggjuð sko. En það var allir 10. bekk horfðu á hana. Já, það er bara út af því sko, þú veist. Einmitt. Þannig að þú talar á klám, þú varst að horfa mikið á klám, en óbeldsklám. Já, óbellandi maður. Já, það er Sikka mér skaman hvað þú ert svona áhersam bara allt. Ég finnst bara gaman að spjalla um þetta. Við líðum sér ekki bara að tala Ég fór á því kastljósið bara. Já, gerðu það? Já. Vá. Jú, þú gerð. Ég man ekki eftir, en það er náttúrulega bara eitthvað mesta hugrekki sem hefur verið gert á Íslandi. Þú talaðir Jú, ég sá þetta. Ég man fyrst, ég sá Aron Móla tala klám. Fólk náttúrulega bara rippi á part en maður verið eitthvað svona Það var eitthvað svona söfnunar fyrir eitthvað dæmi. Ég var bara að horfa með mömmu á sjónvarpið. Svo byrjaði Aron Móla þetta er eitthvað viðtal, allt svona dimmt eitthvað og eitthvað, hann byrjaði að tala hvernig hann var að horfa á klám og einhvern veginn, þú veist, þetta var alltaf meira og meira og eitthvað, og svo ringi þetta númer til að senda eitthvað og eitthvað, ég var bara að horfa á það með mig og ég var bara að byrja að svitna bara djöld óþægilegt með shit Svo kom bara fréttan eftir bara Armóla, klámfíkil eitthvað ég veit ekki en þú veist hann var svona, mér lefði að hann var fyrsti gæði til að tala klám bara ever ég aldrei heyrt neitt tala klám og ég var bara shit þetta er svona skömmustulegt eitthvað að tala klám sko, ég finn ekki fyrir neitt skömm sko ég er svona, Aron segir oft ég kunni ekki að skammast mín ég veit ekki hvað til í en þú veist eins og að ég var einangrun á pjessi sem tóði ekki að gera neitt en svo fóru bara í kastljós og alveg sama sko það er það sem prógrami sem gefur okkur svona það gefur manni eitthvað hugrekki sem að maður hafði aldrei áður en ég held sko að klám sé líka bara svona það er allir eitthvað að horfa okkur klám og þetta er svona maður er mikið að sjá núna eitthvað svona Twitter, eitthvað svona masculine theory stop watching porn stop wasting your time jerking off það er mænunum bara já, svo eru sumir alveg komin þangað sko það er lengra komin en þú veist, maður skilur ekki ég held nefnilega sko klám hafi einhver ógeðslega slæm áhrif á sérstaklega unga drengi þú missir lífsviljan hvert einu skipti sko það er svona prósentu, bara 0,001 það er einhvað sem hverfur frá þér Nei, ég er sammála því sko ég er alveg bara það þekki allir strákar þannig tilfinningu veit ég að bara svona mann líður bara ógeðislega svo er þetta líka bara þú þekkir þetta líka, þetta er allir ekki alveg svona ekstrím Nei, þú veist, stundum með maður bara svona ég er alveg smá bömmir
En ég ekki bara að drepa mig á morgun. Nei, ég var ekkert að segja það. Ég er að segja bara, það er þessi ógeðast tilfinning. Ég held að það var fram í hobby, skilur. Já, en hvað, ertu að horfa á amateur titties eða ertu komin í bara public disgrace? Ég ekki komin, skilur, ég alveg mjög meðvitaður. Svaka, ég búinn að taka þetta spjall oft, skilur. Ég tók spjall við dáleiðing á Íslandi, já. Það er rosalega. Við klámfíkn og hann sagði við mig að það er svo mikið ungur drengjur sem eru háðu klámi. Og þau spyrja, foreldrar spyrja svona, hvernig er þetta að stoppa þetta? Getur ekki stoppað þetta, en þú getur stjórnað þessu. Hvernig, þú veist, ég veit ekki hvernig. Með því getur allan ekki stoppað þetta, sko. Með því að fara ekki, þú veist, í einhver svona gróft kjaftaði, sko. Þegar þú ert farin einhver svona gróft kjaftaði, þá ertu bara orðin einhver, þú veist, bara kynferðislega, sko, blindur, sko. Hversu gróft hvernig, bara eitthvað sem er ekki svona á Pornhub, eða hvað? Nei, ég hef komið djúpt. Djúpt, bara? Já, ég hef komið djúpt. Djúft? Já, bara djúft á síðunum. Já. Ok, því ég tengi ekkert við þetta ofbeldis, ég fæ ekkert út af því. Ég skil það ekkert. Þannig maður getur að fara djúpt í bara einhverju. Þú ert kannski á 20. grammi að Yeo og hausinn er hann svolítið ruglaður. Já. Þá ertu bara hann geðvikur í hausnum. Ég er búinn að lesa bara þetta vandamál ef að þú ert, skilur, þú mætir ekki á þessum tíma ef þú rungar í klámi og þú ferð ekki og hittir vinina ef þú rungar í klámi. Óli bara yes, ég er ekki að gera það. Þá er ég góður, það er góður. Nei, skil, þá er þetta orðið vandamál. En ég er alveg sammála því að það er ekkert þetta jákvætt. Nema ég las eina grein, ég var búinn að googla þetta, sko, á að þetta var einhver doktorsíðu. Hvað, var það bara jullur jákvætt? Nei, það er bara að sjá þessi mím, eitthvað 50% eitthvað increase if you see titties every day, eitthvað you're more happy. Það er enda make alveg sens. Já, ég meina, það gæti alveg verið. En ég las eina sem var jákvætt þetta, að það hjálpaði fólki að finna sitt sexual orientation. Það make a sense. Að þú fatta þú veist hvað þið eru fyrir bara. Já, bara hvað fettis og þýlar. Já, þú veist bara svona, ert fyrir gæi, ert fyrir gæli, ert fyrir þetta. Já, bara golden shower hérna. Já, það er eina svona jákvæð sem ég segja að þetta sé, en það er ekkert annað jákvæð, þú skilur. Ég skil alveg, en þetta er eins og allt annað bara ávanabindandi og já, maður er bara mjög meðvitaður um þetta. Ég meina, þú veist, ég byrja að horfa á sko bara einhverja tværa lesbíur, sko. Þú eru bara mættu með 16 gaurum frá Senegal og einnig ljósærðin, sko. Það er bara það gerist alltaf eitthvað svona meir og meir. Já. Það er alltaf sterkar á. Við erum alltaf dýbra niður bara. Já, þú veit, þið skilja ekki öfum. Já. Svo þarfstu bara heilt körfuboltalið bara til að ná okkur, sko. En ég held að þetta sé bara eins og með allt annað sem er ávanabindandi. Þú veist, í enda dagsins þarf þú að taka ábyrgð á því og leita hjálpar ef eitthvað er að... Ef það er að hafa einhver áhrif á liði, svo getur vel verið, þú veist, ég bara gaurar sem fappa bara taka 5 mínúna pornhub og fappa og líða bara betur, sko. Já, það er 100%. Bara losa orku og allt svona, sko. Þá er það þannig sé ekkert vandamál. Nei, alls ekki, sko. Þú veist að eyða mörgum klukkutímum á viku eða dag eða eitthvað. Já, það er nú aðeins. Líka bara þetta byrja áhrif á andlegu heilsuna, sko, þá er þetta sé orðið vesen, sko. Já. Hver finnur það bara hjá sig? Já, einmitt. Og mér veist líka, maður heyrði svona fólk að tala um að NoFap, sko. Ég var hlust á podcast. Svo sagði hann að hann var að runga sér og ég var bara, hvað, skilur, þú svindlir þetta, hugsaði ég bara, hvað, skilur þú veit? Svindlir þetta? Nei, bara hvað, ég er búinn að vera að líða illa yfir þessu og svo er hann bara Ég veit það. En maður er bara, hvað ruggli, ég held að þetta er svona, þetta er mjög áhugavert, gaman að sjá þetta 10 ár, skilur. Það verður allir bara með þess að Apple Vision Pros bara. Svo erum við bara, svo er bara manneskinn bara að þróast og frætt, sko. Við erum bara alveg bara, það er allir bara eitthvað... Engin veit neitt. Engin veit neitt. Eru það bara alveg dræ? Eru það bara ekkert bara... Nei, það er... Já, þeir eru líka, sko. Já, ég sagði hann í Kastljósinu, sko. Og er skoður ennþá klám? Ég er nú ekkert fullkominn. Já. Sem er alveg bara svoleiðis. Það er svoleiðis. Já, blessa. Maður hefur alveg tekið ykkur 3 mánuði þar sem maður horfði ekki á þetta. Já, og hvað varstu upp og niður, eða hvað? Þú veist, ég fann bara þetta, þú veist, mér leiði aðeins betur andlega, ég er ekki frá því, sko. En eins og sumir sem er að horfa á efni sem þið tók upp sjálfur, er það ekki það líka klám, eða þú veist hvað... Ertu þá að meina bara að þú komin á OnlyFans bara Nei, bara með þetta setup hérna? Bara einhver að skilja svona juicy myndir af kærastunni eða eitthvað, skilur við. Það er bara, það sé bara heilbrigt. Mér finnst það bara allt annað, sko. Já, ok, jú, það er kannski ekki allt annað. En þú veist að taka upp eitthvað content með fullt af mismunandi gælum samt í sambandi eitthvað að posta OnlyFans og þá ertu komin inn í eitthvað... Þegar byrjar að multikamita þá er það verið. Já, þá ertu komin inn í eitthvað allt annað dæmi, sko. Þá ertu farin að búa bara til klám, sko. Einmitt. Það er líka OnlyFans. Er ekki mikið að klára spurningar? Jú, þetta voru 2 spurningar. Myndu byrja með þáttinn Götustrákar ásamt Gísla Marteini fyrir 900 skall?
Nei, við erum að græða miklu meira það Ok, segjum 9 milljónir 9 milljónir Já, ég var til að chilla með Gísla Martini Já, fyrir 9 kúlur Já, þú veist, maður bara við vinnum það samt? Já, maður bara svona að pæla hvernig það myndi virka, sko Hann að mæta á hjóli og við á einhverjum Toyota Land Cruiser, sko Hann á reiðhjóli bara líka læsitt og við með allt aðra skoðunni, sko en ef við myndum láta það virka og 9 milljónir Það er mjög áhugaverð þáttur alltaf Það væri áhugaverð þáttur, sko Já, ég myndi tjekka það, sko gera GoFundMe síðu Já, herru, hendi ég tryggja fyrstu 2 mánuðina Þið getið krýtað þetta á okkur Já, krýta þetta Við erum alltaf til að krýta eitthvað okkur Hvort myndur þú frekar horfa á 101 Reykjavík með Balta 5 sinnum á mute eða aldrei hlusta á álhattinn aftur? Aldrei hlusta á álhattinn Ég hef ekki hlusta á álhattinn Já, ok Sko ég byrjaði að hlusta á álhattinn þannig að ég er ekkert að fara að fórna álhattinum, sko Ég nenni ekki að tíma í eitthvað mute dót, sko Nei, tími minni er bara mjög mikilvægur Er það svoleiðis? Já, hann er mjög mikilvægur, sko Businessman Já Það er bara Sagði þú ekki að þú myndir horfa á mute-dæmið frekar? Mute? Nei, það myndi henda hann er ekki búin að hlusta á álhattinn Ég var aldrei hlusta á þátt með álhattinn Þannig ég þarf að horfa á þetta mute til að fá álhattinn Já, til að fá álhattinn Ég tek á kassan En getur maður ekki að spjalla með Balta, þú veist, einum húnum bara Nei, það voru að horfa á þetta Já, ok, Balti bara silence bara Ég fæði texta Það er spurning Er Balti með mér, eða? Já, með Balta Þá tek ég með Balta Já, alltaf, sko Mér langar að hitta Balta Já Það er eitt gaur sem ég var til að spjalla Ég ætla að hitta Balta í þetta á rekk, sko Já Þetta er tense, hann má ekki segja neitt Það má bara Hann er bara horfa á Ég við gefum honum signals Ég reyndar sá að stúdíu hans follow okkur á TikTok Já, líka okkur Já, þeir voru að promóta snerting Já, það er svolítið Promóta Það var ekki nýju myndina Geðveik mynd Fín mynd Ég hef heyrt á þessu góð Já, ég er búin að horfa á hana Ég þarf að sjá hana Það fyrir bíómorguna Já, við þurfum ekki Þú ert búin að sjá hana? Ég er búin að sjá hana Demi, mann fer alltaf almenn í bíó Ég var vinnunni Herðu, hvort myndur þú frekar fá okkur háska tattoo eða polo fyrir á hausinn? Háska tattoo Já, alltaf háska tattoo Af því að við erum svona gaurar ef að vinir okkar eru að gera eitthvað þá höldum við með þeim ótrúlega mikið sama hvort það er fyrirtæki, tónlist, whatever af því að við trúum því að það sé nógu velgengni fyrir alla þann úti og maður á að halda með næsta manni ef það er einhverju sem er að gera bara eins og þið bara með þetta hérna, það er bara virðing fattur við, það er að gera eitthvað það er bara virðing frá okkur og svo er náttúrulega bara Sindri sem er með Poloid, besti vinnur okkar og hann hefur hjálpað okkur hvað mest af flest, bara af öllum bara ef við þurfum að fá einhverja sko einhver svör úr einhverju hvort það sé tengt peningum eða whatever þá er Sindri alltaf með hann og hann byrður aldrei neitt í staðinn Nei, hann er bara svona genuinely góðu gaur sem við hjálpa Þetta er fyrsta svona gaur sem ég kynntist á æfinni sem ég bara sá bara þetta er góðu maður bara beint í hjartanu sko hann er þó hann lítur út fyrir að vera handrökkari sko þú veist, bara flúraður í andlitinu og skallóttur er bara langt því frá sko hann er ótrúlegur gaur sko og maður getur ekki sagt nú marga góður hlutum sko það er bara fakt sko Gæja, sjáðu þetta Sindra Sjáðu þetta Sindra Bjarki, hvort myndur þú frekar aldrei borða aftur vefju eða byrja í bródís Þessi góð maður ég vefju kall sko ég gerir bara 6 vefjur redd í hefin ískap borðaðar kaldar bara Nice ég þarf að læra það Það læra það er ekki það er kunst ég myndi ekki nennan því sko byrja í bródís með Big Sexy Chris Acox þau er þá ekki svolítið að stinga Aron Jó, ég myndi að halda það Það er ekki bara að færa mig yfir í pítuna þá Það er dagger Ég held að vera að færa yfir pítuna sko Ég fer yfir í pítuna bara Já, það ekki Ég er til að vera gestur í brótis í eitt þátt bara með Big Sexy og með þeim Þannig ég fæ ekki karambet í bakið Nei, ekki frá mér Ekki í dag allavega Það var síðast það Að gefnu Já, þetta er góð spurningum Af gefni fyrri reynslu ef þið ættu að setja stefnu í vímuefnamálum hver væri hún? Stefnu í vímuefnamálum Svona lög Sko bara drullast að opna fleiri meðferðir bara sko það þarf meðferðarheimili sem eru opin og með nóga plássum og nóga þeim og það þarf betri áfangaheimili sem er meiri umsjá yfir Sko ég væri til bara í eitthvað svona risastórt meðferðarheimili sem er bæði afeitrun og meðferð og væri bara virkilega vel rekið það væri svona mjög mikilvægt myndi ég telja því að við erum með eina afeitrunastöðu fyrir allt Ísland
og það bara 1000 manna biðlisti sko. Þú býður bara í bara 10 mánuði og þá ertu bara löngu döður síðan, Já, og ég sammála með áfangaheimilin af því að það var eitt áfangaheimili sem Bjarki var á sem var með örugglega bestu tölfræði á Íslandi. Það var lagt niður fyrir einhverja félagsíbúðir. Það er búið að breyta þú í trap house núna sko. Jálfurinu? Já, félag keypti íbúðunar og það er bara fucking nörsla sko. Já, við erum að heyra það sko. Það er bara félag breytti áfangaheimili í trap house sko. Það er bara Það er ekkert annað. Það er sveins eða það. En já, ég hugsa að það væri góð byrjun, þú veist. Áfangaheimili og álveru bara fleiri meðferðir. Það þarf örugglega svona 2-3 helst sko. Já. En á að leyfa, þú veist, kannabis, á að leyfa eitthvað? Þú veist, það er alveg hægt að leyfa kannabis þannig séð sko, þú veist. Ég hef eiginlega veit bara ekki nóg mikið málið að hvað er rétt að svarið, þannig ég bara eiginlega skoðunarlaus þarna sko. Já, þú veist, það er allavega að hafa eitthvað ólöglegt er aldrei að fara að stoppa eitthvað að gera það sko. Mér finnst það íta mér að fólki í eitthvað, andjóks. Mér finnst það bara, eða svona ungu finnst mér þetta er spennandi. Eins og þú veist, það mátti ekki draga áfengi fyrir 20 ára, þá var hann bara svona spennandi að, þú veist, fá sér bjóra, eða þú veist, eitthvað svona, eitthvað dót, ég veit ekki. Það er þannig sko. En svo er maður ekkert með eitthvað rosa skoðunar á þessu líkalæst dæmi sko, en Þetta er flókið dæmi, hvort að maður á að leyfa þetta ekki. Já, þetta er reynda bara, þú veist, eins og þegar þú ert fíkið, þá er þetta bara, þú veist, vill hann hjálpina eða ekki, sama hvort það sé löglegt eða ekki, sko. Já. Ég sé allavega ekki fram á að það muni gerast á Íslandi næstu 10 árin allavega, sko. Nei, ekki Íslandi. Ísland verður svona, Ísland er alltaf eftir á, sko. Við verðum örgulega síðasta landi til kemur eitthvað óvart. Alveg pottjætt, kannski fyrir utan Nýja-Sjálandi, ég veit ekki. Nýja-Sjálandi líka svolítið svona. Þeir eru hægir í öllu. Þeir eru bara eins og við svolítið, þeir eru bara svona, nenni ekki einhvern veginn svona að leifa eitthvað. Var ekki líka einhver pappi sem, hann sendi son sitt í Danmerkur, kostar ekki 3 milljónir, jú. Já. Hann er alveg góður í dag, ekki? Jú, það er vel gert, sko. Já, bara á svona. Já, þetta var ekki fake. Já, Kveikur, já. Það var vel gert maður. Hún gengur vel. Hún gengur vel í dag. Vá. Það er allt hægt. Já. Það var líka svona trúar. Þau voru mikið í einhverju trú þar. Já, sko, þetta er eiginlega allt byggt á trúarlegri reynslu eða trúarlegum gildum. Já, sem svo hlaðgerðarkot er kristileg gildi þar inni, fattur þú? En það kemur líka bara út að kristileg gildi gildur út frá heiðarleika, kærleik og hjálpsemi og öllu þessu sko. Allt þetta góða í lífinu. Mikið að þessi byggt út frá trúarbröðum, svona 12-spora kerfi sko. En þetta er ekki byggt á, þú veist, biblíunu, fattur þú? Þetta er bara kristileg gildi og allt það góða sem við viljum hafa í lífinu. Allt það góða sem er í trúnni sko. Já, ég er alveg samlað gildunum. Ég er alveg samlað gildunum. Já, sér til þess að ég trú ekkert á Jesú Krist per se sko. Nei. Trú ekkert á biblíuna eða eitthvað svona. Ég trú samt á æðri mátt sko. Já. Það meira bara svona boðskapurinn. Eða bara svona. Ég veit það bara, þú veist, við ekki eitthvað sem karma eða eitthvað svona. Ég veit það bara ef ég er góð gaur, ef ég hjálpa fólki, er hjálpsamur, þá fæ ég það margfalt tilbaka sko. Þetta er bara, þú veist, ef maður gerir gott þá fær maður gott tilbaka og ef maður er að gera ógeðslega hluti þá færðu ógeðslega hluti í andlitið, þú veist. Ég trúi því bara og svo er það líka bara það sem maður lærði er að maður veit ekki neitt í raun og veru. Maður hélt maður vissi allt. Já, þannig séð, skoðanir og öllu hinn og þessu. Kannski hafði maður ekki eins og prófa hlutin, samt með fullt af skoðunum það. Svo hélt maður að það væri hræðilegt að líða illa. Eins og það mætti ekki líða illa svo bara á marga dagar sem að líða fokkin illa og það er bara staðan sko. Það er alltaf læg sko. Heimurinn er ekkert að farast sko. Og maður þarf ekki að flýja það. Það er bara alltaf læg að vera í því. Það kemur annar dagur á morgun og gerum bara betur þá og það er svolítið staðan sko. Ég held að það sé bara frábæra lokaður. Sammála. Nema, er ekki eitthvað sem við viljum bara plugga einhverju? Hlusta á Götustráka, let's go, checkja það. Bara ef þið eru að hlusta á Götustráka, hætti því. Ég er bara broadcast.is, fá ykkur áskrift, endilega kíkja á okkur og bara takk fyrir að bjóða okkur í þáttinn. Það var mjög gaman að koma til ykkur. Takk hérlega fyrir komuna. Takk hérlega til að hafa ekki á afmælið maður. Já, takk hérlega. 30 afmælið, þetta er? Já, 30 afmælið. Þú ert að eyða þig hér, ég var að skilja það ekki. Já, ég er að fara út að borða síðan með fjölskyldinu og eitthvað. Gerðu það, borðaði mikið og borðaði vel. Hann er góður drengur. Og we out.